Jú, verið all hjartanlega velkomin í nýtt og þátt okkar áhugavalda. Verið velkomin. Alveg mjög velkomin í eyrun ykkar. Fuck, ég veit ekki alveg hvað ég segja. Hérna, hvað segir Ari minn, kæri Ari? Bara góður sko. Besti Ari, kæri minn, Ari minn. Þú svo mikil töffari. Allt í lagi, eða? Nei, hérna, viltu segja okkur eitthvað? Nei. Ok. Hvað meinar þið? Nei, ég fyrir að segja. Ari, ég gerði svona poll á Instagram okkar. Svona, setti spurningaboks. Hvað fólk að gera þegar það að hlusta? Viltu heyra svörin sem við fengum? Já. Það ekki? Ok, þar fengum nokkuð svör, ekkert eitthvað geggja mörg, skilur Við gerum það aftur. Við höfum gert það eins og ráður, ekki? Nei, ég gerði það bara, þú veist, daginn. Ég bara gleymd að gera þetta í seinasta þætti. Þannig að Já. ef þú vilt heyra svörin, þá get ég sagt þér svörin. Ok, hérna er eitt svar. Keyra, best, þið eru dásamleg. Hætti þessu. Svo kemur ein, ég vinn við að föndra, svo það tvennt. Hvað tvennt? Já, föndra og hlusta. Og svo er svona tanna emoji, þannig að ég held að þetta sé að föndra tennur, þú veist, tannsmiður, líklegast. Tannsmiður? Já, þekki þessa sko, veit alveg hvað maður gerir. Já, jú. I know who you are, okay, right? Ég er að tala um. Svo er ein sem skrifar á hún snirtir hunda, það er low-key slay. Já, ég það er líka. Það er mjög slay. Í vinnunni, á kassa eða fylla námibarinn, slay. Vinna, lætur vaktina vera 1000 sinnum betri. Er ennþá til nammibar? Já, vilt hagkaup og eitthvað. Já, veit það. Ekki auglýsing. Taka til og þrífa. Í vinnunni, í rúminu og spila leik í símanum. Þegar ég er að labba, ég hlusta bara þegar ég vil. Stendur reynda þegar ég vill, en hérna... Eins og það á að vera? Nei, maður segir vil. Nei, ég er ekki að tala um það, sko. Ég er að tala um bara að hlusta þegar maður vill. Já, jú, þegar maður vill vera að hlusta. Nei, mitt. Svo kemur hérna, gekk frá þvottunum og fleira á meðan ég hlustaði. Ég þarf fleiri þætti svo ég geti klára rest, blikkall. Okay. Let's go. Gekk frá eiginmanni mínu því ég var að hlusta. Svo hérna, keyra, hef staðið í flutningstriðum og þið björguðu mér alveg þar. Hættu sig, hvað meinar það? Ég er svo krútið hana, tilfinningar. Keyri eða að svæfa. Keyra, mjög mikið fólki að keyra og hlusta á okkur. Já. Ég vona að við séum með gott svona soundsystem í bílnum ykkar. Ég meina ég var að hlusta bara á podcast þegar ég var að keyringa sko. Ok, geðveikt. Hlustaði þegar ég var að klára MSC-ritgerðina. Ég er svo heimski, veit ekki hvað það þýðir. En svo hlustaði ég vinnunni og við húsverkin. Ok, slay. Taka til, þrífa, elda, keyra, hekla, prjóna, lita, eitthvað föndur. Wow. Og keyra. Þannig að já, það er flestir sem er að keyra, bara, þú veist, gera eitthvað, skilur. Já, þannig ég fíla bara, dunda sér. Ef þú ert að keyra, gangið vel. Þú veist, bara takk fyrir. Hvað meinar Nei, bara takk fyrir að vera með augun á veginum og hérna hlusta bara með eyrunum meðan þú ert að keyra. Já. Ég er bara svo að segja. Já. Með munnunum. Gaman að vita hvað fólk er að svona, já, dunda sér við. Ég þarf að leiðrétta eitt úr seinasta þætti. Hvað? Við vorum absolutt að tala út úr raskatuna á okkur. Það? Já, þetta með ísbjörnina. Við vorum eitthvað að segja, já, það er bara nýlega síðan var ísbjörn á Þverafjallinu. Gamli, það var 2008 meina ég. Það er svona sem í nýlegt. Já, það er samt alveg 2008, er alveg 18 ára síðan. Já, ég veist, ég var ekki að meina, þú veist, fyrir 2 árum. Sko, Nei, þetta hljóma, ég er nefnilega með líður eins og að sé styttra síðan. Já. Líður þér ekki eins og að sé styttra síðan? Jú, en mér líka, en ísbjörninu var á Þverafjalli 2008, bara svo við séum ekki að tala út úr raskatuna okkur. Já, þú veist, ég var ekki að meina bara fyrir smá, sko. Ég var alveg að meina alveg bara 2019 eða eitthvað. Ég var ekki, já, þetta gerðist örugglega bara með COVID eða eitthvað, bara eitthvað heili minn að búa til einhverja minningar sem gerðist aldrei. Mér minnist þetta ekki að verið það langt síðan. Nei, 2008, ég googlaði þetta og svo hérna sagði ég líka að veri ísbjörn á í Sýslumanshúsinu, hann er ekki lengur þar. Hann var þar samt. Já, hann var þar, já, ég manni því. Það er sko eina vinna þar sem að leiðrétti það, skal ég nú segja þér, því að við vorum bara talking out of our buttholes. Sendi á þig það? Já, bara sagði, þú veist að hérna, ísbjörn væri ekki lengur annars, skilur. Hann var að hafa í setrinu. Já. Svo var ísbjörn á Sýslumannsskrifstofunni, ég veit ekki hvort það sami ísbjörnin, en hann er ekki lengur á Sýslumannsskrifstofunni. Unfortunately, hann var líka fucking scary. Alltaf þegar maður kom inn, það bara hjút, sko. Fucking hugas. Þeir eru rísa stórir þessi fucking ísbjörnir, sko. En já, við erum bara leiðrétt að þetta. Við séum ekki alveg bara talking out of our buttholes. Já. Heyrðu, já. Já, eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei, bara áður en við áður við förum inn í staðreyndirnar og umræðni þáttarins og svona, það er bara ekki að taka smá tíma til að minnast á frábæra samstarfsæðilega okkar. Jú, það gleður okkur að segja að við erum náttúrulega, þessi þáttur er að sjálfsögðu í boði Dómus fasteignasölu. Endilega kíkja inn á domus.is og skoðið eignirnar sem að þeir eru með í sölu. Domus.is. Þeir eru með eignir á Norðvesturlandinu hérna og á höfuðborgarsvæðinu líka, eða viljið vera á höfuðborgarsvæðinu. Domus.is. Einstaklega flottar myndir,
samt for real, geggjaðar myndir hjá þeim og góða lýsingar á eignunum og bara allt til fyrirmyndar, við gætum ekki mælt meira með þeim, hvort sem þið eru að kaupa eða selja fasteign eða bara fá verðmat. Dómus.is. Já, bara, ég var að segja ykkur, bara persónlega mæli með að þeir eru bara fremstir í þessu fæi. Fagmenn fram í fingurgóma. Það líka var svo gott að hafa gott fólk með sér, skilurðu, sem að útskýrir allt þetta sem maður lærði aldrei, skilurðu, maður var að læra fólki Snorra Sturluson og Egil Skallhöfka, skilurðu. Það er mjög fínt að hafa fólk sem að hjálpa manni í gegnum þetta sem að, þú veist, Já, alltaf gott að sem hafa maður fagmenn. veit ekki. Já. En já, takk Dómus fasteignasala. Dómus fasteignasala, Dómus.is. Allir að kíkja inn á Dómus.is. En já, þannig við dembur okkur inn í umræðinni dagsins. Umræðinni dagsins. Við skulum fara í áhverfa staðrendir og kannski er ég með smá svona rétt eða ránt, svona til þess að hrista eins upp í. Ok. Satt eða rétt. Satt eða rétt? Satt eða rétt. Ok, ég byrjaði þú. Það er enginn hvað við erum að vitni í. Það veit enginn hvað við erum að vitni í. Við erum að vitni í Frikka stóra bróður okkar. Lól. Á, ég byrjaði þú. Ég bara man ekki hvað byrjaði. Ég skal byrja bara. Já, fyrsta staðrendi mín er hvert einasta skipti sem þú sleikir frímerki. Þá ert að borða 1/10 af kaloríu. Í alvörunni? Ok, Já, þetta er svo specific staðreyndari. Þetta er geggjuð staðreynd. Hún er awesome. Þetta er svo... Þannig, 1 frímerki 1/10 af kaloríu. Þannig, ef ég sleiki 10 frímerki, þá er ég komið með heila kaloríu. Já. Það er alveg calorie deficit. Maður getur bara að borða frímerki for a living og verið í calorie deficit. Þú ert ekki að borða þau. Nei, ég er bara að segja. Bara sleikja þau. Já, ég veit. Góð staðreynd, mjög góð staðreynd. Þú erum eitthvað skrítinu að borða frímerkin, sko. Nei, maður veit ekki neitt þar. Nei, ég veit ekki. Jón Snjór. Já, Jón Snjór. Þú veist ekkert. Þetta er góð staðreynd. Mín er ekki svona góð. En ok, mín fyrsta er svona. Þú segir þetta svo bara eitthvað. Það er ekki staðreynd. Mín er ömurlega. Ég er alltaf með eitthvað svona. Ég hata mínar actually. Ég hata sjálfa mig. Góð staðreynd til þér. Ég hata þessa staðreynd sem ég er með. Brö, sko. Ok, Angelina Jolie. Ég veit hvað það er. Þú veist hvað það er? Þú veist hvað Angela Merkel er? Nei. Ok. En þú? Já. Ok, Angelina Jolie, hún er fully licensed pilot. Hún flýgur bæði flugvélum og þyrlum. What? Ég veit, finnst þetta ekki áhugavert? Það er impressive. Var þetta áhugavert eða? Þetta var áhugavert. Já, þetta var áhugavert. Tomb Raider, það eru góða myndir. Ekki séð. Það eru góðar. En ég veit samt að hún er leikona. Já, þetta er svo skrítið að hún er leikona. Ég séð approximately 2 myndir með henni. Hvað myndir? Girl Interrupted og... Ég sé hana. Nei, hún er crazy, sko. Hún er góð. Þetta er svona gellur á mental hospital, minnum ekki. Og svo sá ég mynd sem heitir The Tourist eða eitthvað. Já, með Johnny Depp líka. Já. Hún er fín. Já, hún var fín, sko. Fyrir eitthvað leim. Hún er svolítið sérstök. En Angelina Jolie er fucking sexy, þannig að þú veist. Já, svona... Ég meina, mjög falleg kona. Já, ok, allavega, NS, ok, þín önnur staðreind í dag. Önnur staðreind mín er Það er hættu, sko. Ég með 2 staðreindir hérna. Nei, 3. Þetta er svo Dumbledore. Hver? Ok, wow. Gundólfur. Já, önnur staðreind mín er í Bandaríkjunum sérðu það bil 5.000 auglýsingar á dag. Wow. Já. Shit. Það er svakalegt, sko. Ertu bara að tala þegar þú ert out and about, eða? Já. Oh my god. Bara svona, þú veist, ekkert sem er að fylgjast með, bara maður sér það bil svona 5.000 Þetta er svona fer í undirmeðutuna. Já, svona subconsciously, sko. Vissir þú að auglýsingar fara alveg í undirmeðutuna okkar? Já. Þú veist. Ok. Hvað meinar vissir? Nei, ég bara segja, Já, skilur ok. Gá, hvort þú vissir það? Já. En þú veist, pældi samt í þessu maður. Maður er bara eitthvað, af hverju er ég svona þreytt og af hverju er heilið minn svona á 1.000.000? Af því við erum overconsumed af fucking auglýsingum. Ok, alltaf. Já. Þú verður bara að fá þér, þú veist, ég veit ekki. Þannig að hvað heitir þetta sem allir að taka núna? Peptíðar eða eitthvað? Peptides. Þú týndir mér alveg, sko. Já, orkudrykk með prótein í og eitthvað. Já, what? Ég sagði þetta fyrir 2 mánuðum. Bara eitthvað, wow, það er prótein í öllu. Þið farið að fara að setja þetta í drykki. Og nú eru fokkin drykkin með prótein í. Býtu, ekki prótein, bara shaker. Þú veist, ekki Nei, bara drykki með prótein í. What the fuck? Hvernig Ég fucking vissi þetta myndi að gerast. Hvernig samt? Hvernig? Ég veit það ekki. Ég er ekki drykkja fyrirtæki. Okay. Ég er alveg ekki samt að drekka það, sko. Ekki heldur. Nei, mér finnst bara Pepsi gott, sko. Ef maður er alltaf að geta prótein, maður bara kúkar alltaf daginn eða eitthvað, sko. Fær nýrnabilinu eða eitthvað. Ég veit það ekki, og skýtur alltaf daginn. Já, það er ekkert gaman að skýta alltaf daginn. Það er ekki gaman. Nei, við komstu það. Maður er lent í. Ég var alveg lóki lent í. Ok, okkur er alltaf talandi kúk. Þú veist, ég veit það ekki. Þetta bara svona kemur upp. Þegar maður fyrir combination KFC and Taco Bell, það er efni í svakalegan dag klósettir, sko.
Nei, sko, ég hef reyndar aldrei gert það. Ég hef aldrei, ég hef alveg verið í dag á klóstunni. Ég hef aldrei fengið þetta combination, skilur að KFC, mér finnst Taco Bell Það er bara á sama stað, sko. Það er að fara á I met the combination KFC and Taco Bell. En af hverju fer maður að bæði, skilur? Því að það er að fá KFC og Taco Bell á svona stað. Þetta er einhver stað fyrir sunnan, ég man ekki. Nei, þetta er einhver staðar. Ég meina það er bara KFC og Taco Bell fyrir sunnan. Í Borg Óttans? Borg Óttans, já. Ég man ekki. Á ég að gera það? Man ekki hvað staðsendingin er. Já, ok. More energy. More passion, more footwork. Ok. Önnur staðreyndin mín í dag er Björn. Logoið fyrir Chupa Chups var hannað árið 1969 af engum öðrum en Salvador Dali. Hvað? Ég elskar Salvador Dali. Nei, sko, vissir að hann fucking gerði Chupa Chup logoið? Nei. Ekki ég heldur. Hvað meinar? Og hann bara eitthvað, ég ætla að hendi nokkra hangandi klukkur og Chupa Chup. Sérstakur guður, sko. Já, mjög. Geggja móttu. Já, yfirskegg. Góða móttu, sko. Já, yfirskegg, Anna mín. Ég bara veit ekki alveg hvað það er. Ég er ekki, nei, að flott mótta við ingangir húsinu. En já, hann allavega gerði Chupa Chups logoðið sem að mér finnst vera bara alveg rosa áhugavert. Chupa Chup. Ég elskar þetta orð. Mér líka. Þessi orð. Það er svo gaman að segja Chupa Chup. Chupa Chup. Svo með písa. Já, þetta var skemmtilegt. Salvador Dali skemmtilegur. Já, þriðja stærni mín. Hún er að flestar ríkagnir í húsinu þínu eru gerðar úr þínu eigin dauða skinni. Vá, í alvörunni? Já. Er það ekki bara eitthvað loppi að vera í öllum hornum og allstaðar? Nei, þú veist, já, líka, hann er með skinn. Hann er þetta með skinn, sko. Já. Já, hann er ekki bara með feld, hann er með skinn líka. Þau eru að flesta lífur að vera með skinn. Það er rétt. Nefna pöttur, er það einhverju? Það er ekki með skinn. Það eru með svona... Það eru bara með eitthvað viðbjóð. Það fer eftir pöttunum, held ég. En það eru flesta með svona exoskeleton eða hvað sem þetta heitir. Eða ég man ekki. Þannig að segja mér að þegar það er ríkust heima hjá mér, þá er þetta bara eitthvað skinni mitt. Það er skinnið þitt. Ok, það er alveg líka ekki. ríkmöður alltaf á skinninu manns. Stopp. Þeir eru að borða segja sér hlutur á skinninu mínu. Þeir eru að borða ríkið af skinninu. Núna get ég ekki ímyndað mér neitt nema það eru fucking örverur eða eitthvað labbandi á mér. Það eru örverur labbandi á þér. Hægt að tala um mig. Já. Betur en sé eitthvað örverp í labbandi á þér. Fucking Egill. Viltu heyra mína þriðjari? Nei, mér bara langar ekkert að gera það. Já, ekki þið fuck you það bara. Það er eitthvað að gera sér í stúdíu. Heyrðu, ég ætla að segja þetta sé Ossi Osborn. Arnold Schwarzenegger er farin fram. Af hverju er Ossi komið þannig og Arnold farið fram? Ég skal segja þér af hverju. Ég var ekki búin að taka eftir þessu. Nei, litla frænka okkar. Hún er skítrædd við Ossi. Hún er skítrædd við hann. Þetta er eitthvað alveg skeri mynda. Ég veit að hún er búin að koma í heimsókn núna 3 svar og fela sig af því að Ossi var fram í stofu. Þannig ég skipti, núna er Arnold fram í stofu á engu nema nöllunum, sko. Já. Og við erum með Ossi hérna í stúdíónu. Þetta er alveg skeri mynd þetta, sko. Einn besta eftirherra mín er Ossi Osborn. Þetta er skeri mynd, hvað er með Ossi Osborn? Ok, wow. Stopp. Núna, ok. Komum við nokkru eftir. Nei, Anna, við erum ekki að fara að gera eftir. Við erum í áhugaverðu staðreyndum. Staðreynd númer 3 hjá mér. Þegar þú sýður mörgæsaegg. Ég ætla bara að segja að þú sýður mörgæsaegg. Nei, ekki bara að sjóða mörgæsir. Þegar þú sýður mörgæsaegg, þá verður það gegnsæ. Því að eggjakvítan verður glær. Þannig þau lúkka bara smá eins og hlaup. Þetta lúkka bara, ég veit að, þú veist, eggjakvítan er glær, en eggjarauðan er alveg rauð. Þetta er skjöðstum. Þannig að þú veist, þetta er bara svona glæri boltar eins og hlaup, skilur. Það er frekar þetta En ég held alveg mörgæsegg sé ekki góða bragði, sko. Á hver var bara eitthvað að sjóða mörgæsegg? Það er alveg fólk sem sýður mörgæsegg. Eru það að borða mörgæsegg? Ég veit að, örugglega fyrst þau eru að sjóða þau. Þau eru ekki bara að sjóða þau bara upp á fönnið. Ég veit ekki, mannverur hafa gert reyndar, svakalega hluti, fólk er skrítið. Það er réttari, skarpið en aðtöð. Hvað segirðu, heldur við höfum tíma fyrir smá svona... Satt þið rétt? Satt þið rétt? Fokk, já, við höfum svo tíma. Eða bara fara að beint í þetta? Ég vil satt þið rétt. Langa sögur, sko. Já, það heldur að við höfum alveg allan á 2 tíma, sko. Ok. Ok. Það er góð Jennifer Coolidge. Feel like a social or... Nei, ok. Such an arse. Hello, everybody! Joke. 2 broke girls. Ok. Þetta er bara svona gaman, sko. Ég er bara svona að testa þér. Já. Hvað er rétt eða ránt? Já, ertu að testa mig? Hvað ég veit? Já. Ok, ég veit ekki dóðalega mikið af hlutum, sko. Já, ég er bara svona bara svona hristu upp. Já, hristu upp í mér. Byrjunni á þáttunum, sko, skilur. Ég er mjög vitur glögg þekkin kona. Ok, enska er mest talaða tungumál í heiminum. Rétt eða ránt? Gaur. Þú veist, já, það talar ensku. Þú ætlaði að segja þessi rétt? Já.
Það er rámt. Hættu, býtu hvað er það? Það er mandariska. Í alvörunni? Eða kínverska. Ertu ekki að grínast í mér? Nei. Til endalaust að kínversku fólki, sko. Vá. Bara, Ok, what? Ég held að væri bara flesti sem töluðu ensku. Allavega sem annað tungumál. Nei, ég veit ekki með þér. já, Ég en þú segja. veist, það er bara til svo mikið asísku fólki. Já, reyndar. Það er alveg til fullt af því, sko. Það er bara bens. Maður fattar það ekki, Nei, sko. ég hef náttúrulega aldrei farið til Asíu, sko. Ekki heldur. Mér langar alveg langað. Ok, Já. 1-0 fyrir þér. Fiskar get ekki blikkað. Er þetta rámt? Fiskar, þeir eru með augu. Þeir getur örugglega ekki blikkað þeim. Nei, þeir get ekki blikkað. Það er rétt. Er það rétt hjá mér eða er rétt að Það er rétt hjá þér. Já, það er rétt. Þeir get ekki blikkað. Kella, heldur að Kella viti ekki allt um fiska eða? Góð búsamt. Já. Fyrst að við erum að tala um fiska, við skulum bara fara hérna. Gullfiskar eru með 2 sekúndna minni. Já, ég segi alltaf því sem er gullfiska minna því ég man aldrei neitt. Þannig ég ætla að segja já, þetta er rétt. Það er rámt. Hæ? Já, þetta er svona Er þetta svona myth eða? Já, þetta er svona myth, Þetta er sko. myth, Þegar gullfiska minni er bara svona saying, sko. Ó, þetta er alveg með minni og eitthvað. Já, minni er að getur actually varið í mánuði. Hvað? Já. Ok, þannig ég þarf að hætta að segja þetta með gullfiska minni. Ég þú veist, gullfiska minni er gott svona, Það er gott, sko. Það er alveg gott saying. svona slang, sko, en En það er ekki gott að finna gullfiska þegar maður er að vinna í sjoppu, en alltaf leið. Já. Það er frekar næst í. Þetta er skiltið gullfiska. Það er annað, það er ein manneski í Íslandi gert það. Nei, Og það er bara þú þurftir að þrjá það Þetta var par, sko. 2 manneskjur. Já, 2. Hvað voru þið að tróða bara fyrir raskat þessu? Ég veit ekki hvað það var að gera. Ég veit ekki hvað það var að gera með þessa gullfiska, sko. Þessa kannhólu aftur hérna. Nei, við skulum líka vera þangað. Dagur á Venus er lengri en ár á Venus. Ha? Ég er ekki, sko, heili minn er not computing it. Það er rétt rámt. Dagur á Venus er lengra en ár? Nei. Ætla að segja nei? Já, nei. Það er bara ekki rétt. Dagur á Venus er lengri en ár á Venus. Hvernig? Þú veist, Venus snýst svo hægt. Það fer fyrst heilan hringi kringu sólina áður en hann snýst, sko. Heilan hringi kringu sjálf sig? Já, Wow. Damn. Þá vitum við það. mjög skrítið, sko. Það er fucking weird. Mannverur er það með 50% sama DNA og bananar. Æ, nei, Aristó. Ef að þetta er rétt. Er það rétt eða nátt? Þetta er svo bizarre, ég ætla að segja þetta er rétt. Það er rétt. Er þetta rétt? Já, það er rétt. Erum við sama DNA og banar? Já. Ok, það er alveg weird. Mér langar ekki að vera Við banani. erum með sama DNA og mjög margir lifandi hlutir. Bara, Ha? þú veist, það bíl 60 sama DNA og bara flugur og það bíl 85% DNA og mís. Oh my Sama God. DNA og mís. Og ég hata mís. Já, Og ég hata flugur. skrítið, sko. Ó, það er ekki skrítið, ég hata sjálf mig. Nei, Hvað ertu að segja? Ég er að djóka, ég er bara að segja. Ég er bara að segja. Nei, ekki segja þetta. Nei, ég hata ekkert sjálf mig. Nei, maður má ekki segja það svona. Nei. Þú elskar sjálfan sig. Já, ég elska skaltu Guð og Alltaf elska sjálfan sig. þig og eitthvað. Og við elskum ykkur sem eru að hlusta. Ok. Já, það er rétt. Oh my god. Shit. Já, við slumum ekki gera eitthvað ómikið þessum, en þetta er bara svona allir að hrista þessu písu, sko. Anna. Sorry. Já, við skulum bara fara inn í aðalumræðinni dagsins. Yes! Sem er, já, við förum aftur á Reddit. Elska Reddit. Mér finnst mjög gaman að fara á Reddit, sko. Mér líka, mér finnst það eiginlega bara, þú veist, gaur, það er allt á Reddit. Það er hægt að fá endalaust efni á Reddit. Nefnilega, sko. We love the Reddit. Ég fór aftur bara á Museum of Reddit Yeah, og baby. fann 2 sögur þar. Yeah, baby. Og fann svo líka 2 aðrar sögur, ekki þar, en bara svona mjög svona sögulegar Ég er svo til í þetta. sögur af öðrum subredditum. Það er ekkert í heiminum skemmtilega Reddit-sögur. Ég er tilbúin, sko. Já, ég veit, sko. Bara elska. Já, ekki bara demba okkur í það. Dembum okkur. Heyrðu, Helli demba. helli demba. Bruh. Fyrsta sagan sem ég er með í dag, Næs. eða ekki saga, þetta er svona bara post. Frásögn. Já, frásögn eða eitthvað. Þessi titillinn á þessum post er Titillinn. Sorry. ekki titlingurinn á þessum post. Titlingurinn á þessum post er Titillinn á þessum post er Post-it miðar í íbúðinni. Þú veist hvað post-it miðar eru? Ég veit hvað post-it miðar Svona eru. litlir Já. gulir hana kössotir. Ógeðslega cute. Já, það eru cute. Það er svo cute. Ég hef aldrei heyrt neinum lýsa post-it miðar sem cute. Það er bara cute ef maður skrifar eitthvað og skilur eftir fyrir maka sinni eða eitthvað. Já, þú meina þannig. Hæ, dúlidúl. Ok, Já, alltaf. hættula mín. Hængela mín. Ok, alltaf. Ok, Ari, wow. Ok, já, post-it miðar í íbúðinni. Þetta er frá r/legal advice. Sem er- Ok. Maður fær svona legal advice, skilur Er einhver að byrja lögfræðast út á post-it? Já, lögfræði aftur, takk fyrir, ég var að leita íslensku henni. Ok, út á post-it, vá. Ok, ég er intrigued. Já, þetta er skrítið, sko. Þetta er mjög skrítið. Þetta er eftir notanda sem heitir R. Bradbury 1920.
Halló, Bradbury. Þetta fyrir 11 árum, þessi post. Þetta reyndið það. Næstu langt og þegar ísbjörnum kom á þörfallið. Bara segja. Næstu langt og Ok, Ari, stopp. Þann 15. apríl fann ég gulan miða, post-it, á skrifborðinu mínu. Skrifa hann með rithönd sem var ekki mín. Þar sem ég var myntur á nokkur erindi sem ég þurfti að sinna en hefði bókstaflega ekki sagt neinum frá. Þetta svo byrjun á einhver svona criminal sögu. Þetta svolítið þannig, sko. Damn. Þótt þetta væri undarlegt afskrifaði ég það sem eitthvað sem ég hefði gert í svefni og hugsaði að kannski hefði ég í hálfsofandi ástandi króta þetta þannig að rithöndin mín líti ekki út eins og mín. Ég hendi miðanum og hugsaði lítið meira þetta. Það 19. fann ég annan miða aftan á skrifborðstólunum mínum með sömu rithönd og fyrri miðin. Býtu í íbúðin hans? Í íbúðinni hans. Ok. Þar sem stóð að ég ætti að passa að ég vistaði skjöli mín. Ég var mjög hræddur en engin önnur merki voru innbrot. Svo ég setti upp vefmyndavél á heimilinu mínu sem beindist að skrifborðinu og notaði öryggismyndavél app til að taka upp þegar það greindi hreyfingu. Ok. Þann 28. vaknaði ég og fann annan post-it miða. Þennan með skilabóðunum leigusali okkar leyfi mér ekki að tala við þig en það er mikilvægt að við gerum það. Hvað? Ok, þetta fara að vera bara creepy, sko. Já, ég skoðaði strax möppuna fyrir vefmyndavélina á tölvunni minni og fann ekkert frá nóttinni áður en ruslafatan á tölvunni hefði verið tæmt sem ég vissum að ég hefði ekki gert nýlega. Það bendi til þess að einhver hefði tekið eftir vefmyndavélinni og eitt skránum. Þær voru bara vistaðar beint í möppu á skjáborðinu mínu sem hét webcam. Í dag, 1. maí, fann ég annan post-it miða. Í þetta skiptið utan á hurðinni minni án nokkurs texta á honum og það virtust líka vera post-it miðar á mörgum öðrum hurðum í íbúðahúsinu mínu. Allir auðir og í mismunandi litum. What the fuck? Á ég einhvern lagalegan úrræðamöguleika hér? Ég hef engar sannanir nema miðana en þeir eru skrifaði með mínum penna og á mína post-it miða. Þannig að ég geti hafa búið þá til sjálfur. En ekki með handskrift, nei. Já, svona, ekki alveg. Ekki hans rithönd, ok? Myndi þá koma mér einhver vandræði að hafa samband við lögregluna ef hún getur ekki komist að því að einhver utankomandi hafi gert þetta? Lögregluna? Ég vil bara gangur skugga að ég sé ekki að sóa tíman eins. Ætti ég að ræða við leigusala minn eða aðra sem búa í húsinu? Edit, ég fann bréf sem ég fekk frá leigusalana mínum þegar ég flutti inn og rithöndin er nákvæmlega eins. Gæti þetta talist sönnunargagn? Þannig að þetta er eins rithönd og leigusalinn hans. Já, þetta er postinn. Ok, þetta er alveg creepy, sko. Hvað finnst þér þetta? Ég veit það ekki alveg. Mér finnst þetta að vera fucking scary, sko. Já, hann er bara eitthvað einn í íbúinu sinu og það er alltaf einhver að skilja eftir postið með það. Ég meina hann var farin að halda fyrst að þetta væri bara eftir hann þegar hann væri sofandi. Já, bara hann væri bara að skrifa í svefni. Það er samt alveg langdreið, sko. Það er alveg langdreið að vera ekki bara að fara að skrifa í svefni. Svolítið langdreið. Held að það er ekki margir sem gera það. Já. Hann er eitthvað hann bara hugsa eitthvað skringilega að þessi guður eða eitthvað. Þú veist, ef þetta er leigusalinn að koma inn að skrifa einhverja miða, það er alveg weird, sko. Finnst þér? Hvað ég fór að segja? Þú veist, Það var í En ég meina, þú veist, hann er líklega svo eini sem er með, þú veist, lykil af íbúðinni fyrir utan gæjan sem er þetta ekki gæi eða? Jú, þetta er gæi. En þú veist Ég allavega þýtti þetta sem þetta væri gæi. Kannski bara því ég er með stipið eða eitthvað. Bara stopp. Ég get þig ekki. En sko, já, þetta er mjög skeri ef að leiga í salinu bara eitthvað, þú veist, að fara inn í íbúðuna hans. Ég meina, þú veist, það er engin annar með lykil líklegast. Nei. Nema, þú veist, einhver ættingi eða eitthvað, ég veit ekki. Já, en þú veist, akkurat þegar þú veist, amma mín að koma og skrifa einhverja post-it með það. Já, það er góð spurning, já. Við skulum skoða nokkur kommentina. Já, skulum skoða nokkur komment. Some comments here. Já, þú virðist einlægur og þetta virðist ekki vera söguþráður úr smásögu eftir Ray Bradbury. Ég veit ekkert hvað það er, sko. Nei, þetta virðist ekki vera uppspunni, basically. Já, þú veist, en það er það sama sem username með þessum guður, hann er Ray Bradbury eða eitthvað. Já, what? Já, ég er ekki bara fan af Ray Bradbury eða eitthvað, ég veit ekki. Hver andskotin alltaf. Það er mögulegt að leigusali þinn sé að skilja eftir miða inn í íbúðinni þinni en þeir virðast ekki meika mikið sens með við samhengi sem þú lýsir. Nei, ángríns. Ég er pínu confused líka en ég held þetta líka að þetta sé leigusalinn. Það er líklegt að þú sért sjálfur að skrifa miðina en gleymir því. Notarðu post-it miða sem áminningar annars staðar í lífið þínu eða í vinnunni. Já, þetta geti verið andlegt heilsufarsvandamál. Þú geti verið að upplifa einhvers konar sundrunarröskun. Eða þetta geti verið líkamlegt vandamál. Þú nefndir að þú værir með mjög óvenjulegt þröngt svefnherbergi án glugga. Er möguleiki á því að þú fáir ekki? Hann er minnst á einhverju kommenti eða eitthvað. Já.
er möguleiki á því að þú fáir ekki næja loftræstingu þegar þú sefur eða að kolmónoxíð leki sé í byggingunni. Oh my god, þannig við erum komið með kenningar þetta sé mögulega gasleki, mögulega ekki nóg mikið súrefni eða þá gæin sé bara með fucking, geðröskun. Já. Ógeðslegi. Ódýr CO-skynjari sem svona mælir kolmónoxíð, Já. sem þú ættu hvort sem að eiga eina sviða, er fljótlega leið, okkur ætti maður bara eitthvað að eiga það. Ég hef ekki svoleiðis. Er fljótlega leið til að komast að því. Þú myndir líka líklega að fá mjög slæman höfuðverk. Ok. Þú þekkir þína eigin sjúkrasögu, geðheilsusögu og aðra reynslu þína. Ef þér finnst mögulegt að þessi atvik séu þú sjálfur að skrifa skilaboð til þín, þá er engin skömm í því að fá einhvern hævan til að gefa þér faglegt mat. Bara tjekka hvort það sé með bipolar eða, nei ekki bipolar, hvað Já, bara tjekka á einhverju. Split personality disorder. Já, það bara... er svolítið mikil munur því, Anna Kristín. En þú veist, já, ég er ekkert viss að fólk sé endilega aware of it ef það er með split personality disorder, skilur við. Er það ekki óttast, veit það ekki óttast að það sé? Jú, margir vita, en ég held að kannski ekkert endilega allir vita að þeir séu með split personality. Já, ok. Rofin persónleika röskun, ég veit ekki, ég er ekki sérfræðingur. Nei, ég veit ekki það, sko. I actually don't know. En já, OP, sko, sem er original poster, sem gerir einna post. Original penis. Hann svarar, ég hef fengið mjög slæman höfuðverk og ég áreindar nú þegar CO-skynjara. Ég held að ég ætti líklega bara að taka hún úr kassanum og setja hann í samband. Já, hvernig verið það? Já. Samt, ég get aldrei svo við herbyggja ekki með glugga. Shit. Nei. Bara segja. Það væri skrítið. Það væri mjög weird. Ég hef ekki pælt í þessu. Nei, ég myndi að fá innrökkunarkennd. Það er bara svo sofinn í fucking segulámanatæki. Heyrðu, svo gerir hann update, þessi OP, hann gerir update. Ok. Takk allir sem sendu tillögur og gáfu ráðum hvernig ætti að halda áfram. Sérstaklega þeir sem mældu með CO-skynjara, því þegar ég kveikti á honum í svefnherberginu sýndi hann 100 ppm, sem er mjög mikið. Too long didn't read. Ég var með kolmónoxíðseitrun og hélt að leigusæli mín var að stalka mig. Oh my god, í alvörunni? Var það þannig? Það var bara með eitrun. Holy shit. Bara kólaði einhver í kommentarunum. Þannig gaurið var bara með fucking eitrun í líkamanum sínum. Já, það er svolítið klikkað. Ok, þetta er alveg scary. Og var að skilja eftir post-itni það fyrir sjálfan sig. Ok, takkari, new fear unlocked. Með smá wow. með smá öðrisi svona rithönd. Oh my god, mjög skrítið, new fear unlocked, ándjóks. Býtu, ok, núna þarf ég að fá mér svona skynjara. Þú veist, hvað ef ég bara eitthvað, þú veist, nei, ég er enda ekki að gera eitthvað skrítið á nóttunni, Gunnar myndir að láta mig vita. Já. En ég bara segja, hvernig veit maður hvort maður sé með eitrun, kóleitrun? Ég veit það ekki. Ég ætla að koma með svona skynjara, ég er bara núna hrædd. Er þetta eitthvað að vesen á Íslandi samt eða? Ég veit það ekki með þér, hvað býr hann? Í Bandaríkjunum. Ég meina það er náttúrulega gluggar á húsun okkar, Er skilur þetta ekki meira eitthvað svona apartment komplex dæmi eða? Það geti vel verið, sko, við erum náttúrulega að fá súrefni. Ég þarf ekki gas að koma hingað inn. Nei, við erum náttúrulega í góðu húsi sem við keyptum á Dómus fasteigna svona. Ég nei, sko, er ekki gas notað í Bandaríkjunum eitthvað til þess að... Hvað er það? Er ekki gas notað í Bandaríkjunum til þess að, þú veist, hita hús og eitthvað svona shit og... Það gæti reynda verið. Já, er þetta gaseitrun? Þetta er gas. Já, við erum ekki með gas hérna, sko. Við erum bara með súrefni úr glugganum. Eins og ég segi. Já. Ég held að þetta sé ekki eitthvað vandamál hérna á Íslandi. Nei, bara spá. Ekki sérstök ástæð, sko. Til þess að róa þig, sko. Nei, bara ekki sérstök ástæð. Kannski við frá heilsukviða, skilur við, heldur maður kannski. Okay. Nei, bara segja, skilur við. Já, en þetta er sem sagt, hann bara fekk eitrun og þannig. Þetta er alveg vel fucked up. Hélt að leigusælinn væri eitthvað að fokki í Og honum. þú veit ekki skeri að lenda í þessu. Það er ekki gaman að fá svona eitrun. Þetta er eitthvað horrible. Líka bara eitthvað, þú veist, pældi í því að fólk á Reddit þræði leti vita og verður að fá fokkin með einhverja eitrun í því. Það er oft eitthvað þannig. Það er sko sumir... Reddit veit allt. Sumir í kommentarum hafa stundum sko greint frá einhver sem með því krabba mér og eitthvað. Bara já, hérna, þessi var með nákvæmlega eins einkennið að ég var með eins, endilega kíkt á lækni þetta getur þetta og svo getur bara manneskja með nákvæmlega saman. Já, fuck shit maður. Reddit er fuck símin. It's a blessing and a curse. Já, þú brjóst síman. Hann er brautur. Ok, Harry. Heyrðu, já, svo er sko... Þetta var góð að sagja samt. Svo seinna er post á Ask Reddit sem... Ég elska Ask Reddit. Ask Reddit er gott. Titillinn á honum var hvað er furðulegasti / óhugnanlegasti óútskýrður hlutur sem þú er nokkuð tíma lent í? Að fá gaseitrun og hérna skrifa post-it með þetta sjálf míns. Ertu að fara að hræða mig allan dag? Já, örugglega sko. Holy shit, Það er einn sem kommentar í kommentunum þar sem heitir notendanafnið er Newsies on a Mission. Er það nýr þráður eða? Erum við komin í annan þráð? Já, þetta er bara Ask Reddit. Ok. Þannig við erum búið með hinn þráði. Já, þú veist, þetta er samt, þannig að þetta er ennþá tengt. Já, ok. Þetta er allt annar post. Ok. Ég er ennþá samt svona... Þú veist ennþá svona pínu að leita í þetta? Ég er ennþá í þessari sko sögu, sko, eða þú skilur mig. Já, ég held að fatta þig. En þú veist, þessi post er ekki tengdur hinn, þú veist, þessi sem ég var að lesa, sko. Ok. Já, þessi notandi, Newsies on a Mission, hann skrifar í kommentunum
Frá því ég var 5 ára þar til ég var það bil 7 ára sá ég alltaf andlit fyrir utan gluggan á svefnherberginu mínu og annarri hæð. Við bjuggum í litlu bóndabíli á mjög vöxnu og afskekktu svæði og augljóslega var enginn þarna úti. En á hverju kvöldi sá ég þau. Sum voru bara venjuleg andlit, önnur voru með undarleg svipriði og enn önnur voru hræðilega afmynduð og sködduð. Það er ekki svefn fyrir mig í nótt, takk fyrir ekkert. Ég man enn greinilega eftir þessum andlitum, en þar til nýlega hafði ég alltaf talið þetta að vera falska minningar og ótrúlega lifandi ímyndunarafl. Fyrir 7 árum fluttum við úr þessu húsi og fjölskylduvinur okkar Jake keypti það. Jake átti dóttur, Lily, sem var á þeim tíma sem var innan svega á þeim tíma sem þetta gerðist 5 ára gömul. Fyrir 2 árum fór ég heimsótt þangað og Jake spurði kærasta minn nokkra ráða, þar sem hann var að læra læknisfræði. Okay. Á hverju kvöldi segist Lily sjá andlit í glugganum sínum og hún neitar að fara að sofa. Geturðu mælt með einhverju sem ég get gert? Þannig hún er að sjá, þú veist, andlit Þetta er ömurlegt. í glugganum á sama stað Gauir, ég er sko skíti buksunar á því. Já. Fucking shit. Það kom í ljós að herberginu hennar Lily er gamla herbergi mitt og hún er á sama aldri og ég var þegar ég byrjaði að sjá þau. Ég dó næstu því við að heyra þetta. Ég er mikill vísinda áhugamaður. Ég trú ekki á svona hluti en sama hvað ég reyni þá get ég ekki útskýrt þetta fyrir mér. Ég var alltaf gett hrædd að ég sæi Michael Jackson út úr gluggan hjá mér þegar ég var lítil. Hvað? Nei, eftir hann dó að því hann var alveg Já, bara þú veist, ég held alltaf Ég var svo hrædd að hann kæmi Come here, child. Nei, ég held að andlita hans myndi hvað sem ekki koma í glugga minn Ok, anyways Hvað Ég veit ekki, meinar þetta var side note, ok Alltaf fram En þetta var kommentið hans. Oh my god Og svo ötti þetta kommentið aðeins einna. Ég sendi Jake skilaboð og sagði honum að ég hefði líka séð þessi andlit. Hann sagði að ég væri að bullshitta, en hann sagði þó að glerið í glugganum í þessu herbyggi væri mjög gamalt og svolítið skekkt. Ég gerir ráð fyrir að hugur lítisbars plus undarleg lýsing plus skakt gler er jafnt og andlit. Ég bað hann líka að athuga CO-level, kolmonoxí level. Stopp Hann sagði að gildin væru eðlileg. Hann á nú þegar skynjara einmitt til að tryggja að andlitin væru ekki afleiðing CO-eitrunar. ok, þannig þessi er kannski bara með geðruskun Það er allt sem ég hef handtekur. kannski ekki. Sorry to disappoint. Hún svo andlit á sama stað og Það er ógeðslega skeri Og þessi gaur Já, þá í er sama bara glugga. einhver að kíkja inn um gluggan ég meina Nei, þau búið í sveit Bara eins og við Oh Já, shit því ég meina að fólk getur labbað upp á glugganum í sveit. En hún annar hæð Eru þau bara að mæta með Stómaður. stiga skilur Já, eða stultur Það er líka hægt að vera stultur Slenderman, Hættu að stopp hann er stór. Nei, nú, það er engi söfn fyrir önnu í kvöld Djáknir á myrká. Ekki djáknin á myrkra ári Með að passa sig á honum. Ekki garun á mig Það er stopp, alveg stopp Bara nei Ok, þetta er alveg ógeðslega skeri Nei, sann sko að ég er ekki djókir Já, svo sko kommentarinn á það komment. Ok, Settu upp kolmonoxíð skynjara í þessu herbyggi strax. Þannig eitrun getur olli næstum öllum þeim dæmigerðu upplifunum sem fólk tengi við afturgöngur. Damn. Annarkvort það eða einhver undarleg blanda af göllum í glerunu, lýsingu og endurkasti sem lætur þetta líta út eins og manna andlit. Mannsheilin á það til að sjá andlit sem er í raun ekki til staðar. Þetta kallast pareidolia. ok, new fear unlocked Ég ætla að fara að googla pareidolia real quick Nei, getur það til þess eftir. Ok, alltaf leið Einn kommentar á það. Já, no joke, eins og þessi maður sem hélt að leigusæli hans vera að brjótast inn hjá honum og eldir hellan. Oh my god En kom svo að því að skilabóðin sem hann var að finna voru í raun skilabóð sem hann hafði sjálfur skilið eftir. Það mældist mjög hátt kolmonoxíð í húsinu hans og hann var líklega nála því að deyja þegar hann loksins birti þetta á netinu. Shit Pældi því. Pældu samt í því, Reddit bjargaði hann frá því að drepast úr einhverju fucking gasetrun Sko, þetta er allt annar post Já. og hann er að tala um hennan gaur. Damn Og sá gaur sem gerði þann post, Oh my god hann kommentar á þetta komment sem gerði sko, Hann er að replya þessu kommenti sem gerði þannig, svo sem gerði hinn postinn. Svo sem gerði þannig íbúðapóstinn. Damn Hann er upprunalega sem ég var að tala um Holy áðan. fuck okay. Hann kommentar á þetta komment sko á allt öðrum fræði og allt öðrum söfrið. Hann segir: góða fréttir, update. Það eru núna næstu liðin ár síðan það gerðist. Þótt hlutinir hafi verið erfiðir fyrir 4 mánuðum þá hef ég svo sannarlega náð verulegum framförum og eins og staðan er núna er lítil ástæða til að efast fullan bata innan árs. Það kom í ljós að heilin getur jafnað sig. Þótt heilafrumur geti ekki endurnýjað sig. Þá virðist stærsti hluti vandamála minna hafi verið cerebral edema, bólga í heila innan sviða. Oh my god Sem orsakaðist af eitrunni. Þannig að, þú veist, bólgnaði honum heilin út af þessari eitrunni, sko. Holy shit Og dóu heilafrumur og eitthvað Ég held það, sko. Damn Þótt bólgin vefur geti valdið súrefnisskorti og eyðilagt heilafrumur þá gerist það ekki alltaf og stundum eru skaðanir tímabundnir. Sem sagt, eftir því sem ég skil þá er erfitt að segja nákvæmlega eða mjög nákvæmlega hvað er bólga og hvað ekki. Akkur hann að kommenta á þetta
Veist, Það var einhver að minnast á hann. Já, ok, já, ég skil. Til að gera langa sögu stutta, þótt athugasemdir mínar fyrir nokkrum mánuðum hafi verið mjög þunglindar og vonlausar, þá líður mér miklu betur núna, bæði andlega og líkamlega. Þó að í þessu tilviki séu þessi hlutir ekki alveg aðskildir flokkar. Ég myndi segja að núna, 10 mánuðum síðar, sé ég það bil 80% komin aftur í eðlilegt ástand. En líklegt sé að það sé kannski 1% af heilanum sem náu sér ekki að fullu. Og suma frumur hafi eyðilagst en ekki bara orðið fyrir tímabundinni truflun og kannski mun ég alltaf fá stöku höfuðverk. Shit. Þá engin ástæða til að halda að ég verð ekki komin í 99-100% bata eftir 6 mánuði í viðbót. Þannig að ég ánægður. Ég fengi fullt af einkaskilaboðum varðandi lagalega stöðu mína og mér hefur verið ráðlagt að ræða það ekki opinberlega á netinu ennþá, þar sem málið enn í gangi. Kvikmyndir létu mig alltaf halda að bati og dómsmál gengju mun hraða fyrir sig en í raun og veru. True. Svona hlutir geta tekið marga mánuði eða ár. Sem betur fer ætti mitt mál ekki að taka mörg ár, en það getur liðið nokkri mánuður í viðbót. Það sem ég get sagt að lagalega séð, þá lítur allt mjög vel út fyrir mig. Á meðan hef ég haft mjög næst stað til að vera á, mjög skilningsríkan kærasta og ég hef meira séð verið að skapa list. Svið sem ég langaði alltaf að fara út í, en hefði líklega aldrei gert ef þetta atvik hefði ekki átt sér stað. Love that for him. Ég nota núna daglega samt skipulagsbók Gekkja maður. Skipulagsbók frá Moleskine. Það mikilvægt fyrir andlega heilsu. Ég er eiginlega komin nóg að post-it miðum í smástund. Í smástund. Já, betra að vera með brókina bara. Það er ekki allt í lagi, sko. Lethal, Mismælgi. Já. Fuck. Með skipulagsbrók. En þú veist, ok, þessi gæi bara uppdataði bara big time á þessum posti, Ég bara ef ég ekki rand að komment af því að einhver myndist á hann. Já, ég meina, þú veist, en pældu samt ég að lendi í einhverju svona, þú átti ekki eins og í staðinn. Þannig að þú veist, þetta er ekki þér að kenna, þú varst næstu dauður úr einhverju gaseitrun. Ég meina, já, það er klikkað, sko. Krakkar, eða eru með gas heima hjá okkur, check it out. Þetta er ástæðan fyrir þú er ekki að gista í hjóli sem að felli í, sem að því það er upphitað með einhverju fucking gasi. Já. Ef það er ekki rafmagn á tjaldstæðum, Það er safe, ég meina. Þessi er alveg skeri, sko. Já. Ekki ég þangað. Ég meina þetta bara það býst við að verði bara 99% góður eftir 6 mánuði. Ok, thank God. Eða þú veist, fyrir 11 árum. Já, ég meina, hann er kannski annarkvort er hann dauður eða góður. Ég meina frá núna, sko. Vonandi. Þessa mannesku, ég veit ekki hvort sé góður eða ekki. Já. En já, þetta var á Museum of Reddit af því að þetta er svo mikil svona saga, sko. Þetta er líka crazy, af því bara pældu í því að þarna eiginlega, sko, bjargaði Reddit lífin hans. Þú veist, Reddit, skilurðu. Og þú veist, það er ekkert í fyrsta skiptið. Þú veist, maður heldur kannski, þú veist, fólk heldur kannski, Reddit, þetta er hvað mikið lúðasíða sem hún er alveg sem í, skilurðu. Já, það, sko. Þetta er alveg lúðasíða, sko. En þú veist, þetta er alveg líka, þú veist, þetta er líka kind of community, skilurðu. We live in a community. Já, allt er community aðstæða, sko. Já. Þú veist, Það er meira community á skinninu mínu, apparently. Rík meira community. Úi. Nei, mér líður eins og sé eitthvað, sko, skrýðandi á mér akkurat núna. Það er ekki skrýðandi á þér. Þú veist ekki? Já, það er reyndar örugglega eitthvað skrýðandi á þér. 100p, bara eitthvað inn í mér. Nei, ekki inn í mér. Sem sagt, já, ef þið eru að sjá einhverja óskynjanir eða eitthvað, já, þá er það einhver eitrun eða eitthvað þannig. Nei, nema náttúrulega séu með, þú veist. Nei, ekki ef þið er ekki með gashitun. Ekki ef það er ekki gas sem er að, þú veist, hita. Það er örugglega margt svona mikið eitrunir sem lætur maður sjá eitthvað, sko. Reyndar, það er alls konar eitrun sem geta að láta maður sjá eitthvað. Ef það er að sjá ofskynjanir, látið tekka því, þú veist. Annarkvort er það eitrun eða bara geðsjúkdómur og það er gott að vita hvort sem það er. Já, þú veist, maður þarf að vita hvort sem það er, skilur. Þú veist, ef maður er bara eitthvað að sjá Michael Jackson bara eitthvað, já, okkur glukkanum. Nei, sko, ég var svo hrættur á lítil. Hvað meinar? Nei, bara eftir að hann dó, þá var ég bara oh my god, hann er að fara að koma. He's on his way. Bara, þú veist, ég var bara hrættur að myndi birtast, skilur. Þú veist, andlitinu hans eða hvað? Hann var alveg í endanari. Það var hann með Loki skeri. Hann var með smá skeri andlit, sko. Það var ljótt að segja það, kannski. Þú veist, það er ljótt að segja það, sko. En þú veist, það var smá skeri, þú veist, hann í endan. Þú veist, ég var ekki alveg til í það, sko. En ég elska það, tónlistina og svo alltaf. Já, þú veist, já. Svo random, sko. Ég veit ekki maður. Já. Bara segja. Já, svona, það getur markast á Reddit, sko. Já, en maður að sjá en maður að sjá ofskynjanir eða heyra þá endilega tjekkið á lækni. Já. Ég held að það sé líka alveg þú svona pínu svona, þú veist. Bara farið til læknis. Segir sér sjálft, skilur. Ef eitthvað er að, farið til læknis. Krakkar, ég er ekki að fara að sofa næstu nætur, sko. Oh my god. Já, ég er með 2, sem sagt, Museum of Reddit sögur hérna. Ég er að fara, ég skal taka bara númer 2 hérna næst, þú veist. Já, þetta var Museum of Reddit og við erum að fara í aðra Museum of Reddit. Já, þetta var samt, sko,
legal advice það fer náttúrulega öðrum subreddinum á Já, það var svona sko. repostað á hérna Já, þú veist, það var bara repostað á Svona sem þegar Am I the Asshole er repostað á Am I the Devil Am I the Devil eru crazy Ég er með eina Am I the Devil hérna Oh my god á eftir Shit Heyrðu, þessi saga okay. Hún er frá Today I Fucked Up Today I Fucked Up Þú kannast þessu, ég veit það sko Í dag klúðraði ég Today I Fucked Up, já í dag klúðraði ég Já. Kærasta mín sem ég er búin að vera með í 2 ár segir að tónlistin sem spilast þegar við erum í miðjum klíðum sé skrítin og major turn-off Oh my god Þetta, ég veit hvað þetta er veist nákvæmlega hvað þetta er. Sko, ég hef ekki lesið söguna En ég hef heyrt þessa tilteknu tónlist Ég hef ekki lesið Oh my god Heyrðu, þetta er alltaf bara æðislegt Ég er Ari, ég er intrigued af því ég hef ekki lesið Heyrt þessu söguna? Ég hef heyrt þetta Nú einhverstað þarf að heyra hann á íslensku Já, vá, geggja, ég hef ekki heyrt þetta Ég bara heyrði eitthvað þetta á TikTok sko TikTok Ok, Ari, sko Nei, oh my god Þetta er fyrir 4 árum Þetta er notandi Tyler Life Þetta er Seabat sem er samt búin að eyða held ég akkántunum en þú veist þetta bara er svo historikala að vita allir að Tyler Life gerði þetta Sorry Já. Þú veist, today I fucked up Þú veist, ok, alltaf Já, bring it Ok, ertu reddi í það? Nei, en let's go Aðeins smá backstory Þegar ég byrjaði fyrsta stunda kynlíf kynnti ég mig leiðir til að verða betri Því ég var frekar stífur, já Ari, stopp Of course, og hafði nánast Nei, þú veist, hann er að meina, þú veist, stífur sko, Hann var stiff, sko, hann var ekkert eitthvað Hann var stiff Hann var beinstífur Ég er að tala uppstífur sko. Já, hún var vöðva, já, mitt Því ég var frekar stífur og hafði nánast enga hugmynd hvað ég var að gera Ég las á netinu að það geti hjálpað að spila tónlist og fylgja taktin til að standa Við erum þá að tala eitthvað svona, þú veist Þetta er strax fyndið Við erum að tala Careless Whisper eða eitthvað skilur Komum svo, Spila komum með eitthvað tónlist almennilegt Það geti hjálpað að spila tónlist og fylgja taktinu til að standa sig betur Æ, vá Ég leitaði að ástalögum og byrjaði smátt og smátt að búa til lagalista þar sem mér fannst þægilegt að fylgja takt í lagan Oh my god, ok Allt í lagi Mér langar að vita hvað var á þessu lagalista samt sko Það er góð spurning sko Það eru nokkur lög á lagalistanum mínum Hins vegar er eitt lag sem er reyndar uppáðslagið mitt Já, sem kærasta mín hatar og segir að drepi algjörlega stemninguna fyrir henni Nú, hvað meinar hún? Ha? En skrítið Nei, við vitum ekki þetta Við vitum það ekki Nei Ég skil ekki okkur að tók hana 2 ár að segja mér að hún hata 2 ár 2 ár Bittu Þetta er eitthvað sem ég vissi ekki Þú var þið búin að vera að gera það við þetta lag í 2 ár Nei Ok, nei, hvernig gat hún þá maintaina turn-oninu sínu í 2 ár? Ég er bara góð spurning sko Nei, sko, bæ Það var örugglega íðumörkana niður sko Nei, ok, sko Ég skil ekki okkur að tók hana 2 ár að segja mér að hún hataði þetta lag Nei Mér finnst þetta að vera frábært ástalag með góðum takti Geggja ástalag Oh my god Shit, maður Þetta lag er að spílast í heilanum á mér. Þetta lag er bara ávísun að vera þurr í buddunni Já, sko. við þurfum að komast ekki inn í þetta einmitt. Mér finnst mistökum mín hafa verið að ég hefði kannski átt að spyrja hana fyrir hvort að henni líkaði lagalistin eða hvort hún vildi bæta við eða breyta einhverjum lögum Svo döm Já, þú veist, gæti hún ekki sagt samt eitthvað í 2 ár Gat hann ekki bara að fatta það, skilur Nei, þú veist, samt ef maður getur Já, maður getur að communicate, maður getur sko. sagt, heyrðu, þetta lag er ekkit Þú eitthvað veist, ef einhver er að hömpast á þér þá verður að hafa rödd, sko Nei, það er sko Finnst þér? Ég er bara að segja Þetta er ekki hægt sko. Ok Að hún hafi beðið í 2 ár á meðan ég held að kynlíf okkar er frábært en í hennar augum hafi tónlistin bara eyðilagt það Oh my god Það hefur gert allt þetta mjög vandræðilegt og ég er svo lítið pirraður Ég bara, ég á engin orð Ég spilaði þetta lag nánast í hvert einasta skipti þannig að það er pirrandi í nánast hvert einasta skipti Af hverju gerðum það? Ég veit það eitthvað spurning Þannig að það er pirrandi og vandræðilegt að hugsa til þess hversu oft hún hlýtur að hafa ekki notið þess á meðan ég held nákvæmlega því gagnstæða Hún var ekki bara surviving through the song Hvað er að meina? Hún er participant í þessu Ég meina, þú veist, hvað var að gera? Svo var hann þá bara að njóta sín bara bygg bara, þú veist Ég skildi ekki sko inn út og hún bara eitthvað, ekki aftur Þú veist Ekki að nefna fyrirvinnandi maka Þeir kvörtuðu aldrei yfir laginu Þannig að kannski er þetta bara hún Oh my god Þetta hefur sett sambandið í uppnám, to be honest Því kynlífið er orðið vandræðilegt Daginn stundum við kynlíf án tónlistar En ég var samt enn að þrösta í Í takt við fokkin lagið Er það
sem hann hugsar að meðan hann bara eitthvað banging it. Að þrösta inn að gæsa það Já. Í takt við þetta lag í höfðin á mér. God. Hún tók eftir því og bað mig að hætta því. Oh my god. Nei. Oh my god, nei sko ég get ekki. Hvað finnst þú þegar þú ert að ríða? Hún tók eftir Þetta taktin á þröstin. Þetta svo fyndin. Þekkti thrust rhythmið. Oh my fucking god. Nei sko gamla, þetta er búið sko. Þetta er búið fyrir löngu. Oh my god. Vinsalast ekki þrösta þennan takt. Sko, hún tók eftir taktinum. Hversu vandrarlegt kynlíf. Holy shit maður. Já, við þurfum að klára það. Já. Mér fannst þetta lag fullkomið og ég hef alltaf hreift mig í takt við það. Mér finnst að gefa mér fullkomin takt. Ég bösta innan gæsalappa við þetta lag og mér finnst mjög ömulegt að hún hati það. Hann þarf að stoppa sko. Já. Tóla Didn't Read, hún hata lögin sem spilin við klíðum að sagði mér ekki fyrir eftir rúm 2 ár sem við ger kynlíf okkar vandræðilegt. Þetta er hræðilegt. Já, þetta er póstinn. Þetta er minnst sexy lag sem hann hefði geta sett á. Þetta er ekvivalent að setja Baby Shark eða eitthvað með að ríða. Við þurfum Við þurfum að spila þetta sé Fuck it þótt að þessi þáttur verði copyright strike eða eitthvað. Þetta er ofindið. Þetta er höfundarétta lag sko. Hvernig er ekki sama, þetta er allt ofindið. Já, en það kemur sko, ég spildi það eftir að því að hann greinir frá laginu og eftir sko. Hvað er svona early impressions? Ég bara, sko, ef ég vissi ekki hvaða lag þetta væri, þá væri ég örugglega geðveikt mikið að questiona bara eitthvað, vá, býtu, okkur getur... Ég sko að því að við vitum hvaða lag þetta er. Já, við vitum hvað þetta er, þá er þetta alltaf bara stúpid, en ef ég vissi ekki hvað þetta væri. Samt eitthvað lag sem að spila sko í 2 ár alltaf. Ég bara get það. Og hún þekkir þrösttaktin við þetta lag. Oh my god. Nei, sko, þessi gælur er bara chronically þurr í buddunni, skilur við. Þetta er bara, oh my god, greið. Þetta er svakalegt. En hvernig gat hún keep on with the humping? Það er sem ég fatt ekki alveg. Þetta er my question. Hvernig gastu bara eitthvað, ég læt mig bara hafa þetta. Því að hún er 50% af kynlífinu, sko. Já. Þetta er ekki hægt, sko. Ég get ekki. Það er alveg hægt að segja, heyrðu, að setja á, þú veist, ég veit ekki, Celine Dion eða eitthvað. Já, bara eitthvað næ, skilur við, hendi eina plötu Whitesnake eða eitthvað, skilur við. Guðni, góður, sko. Ég gæti ekki, sko. Nei, bara, ég hætti, sko. Þetta er bara eitthvað svo, þetta er svo ultra vandræðalegt eitthvað. Alveg virkilega, sko. Förum í komment. Ok, förum í some comments here. Það er engin leið að einhver geti verið svona utangátta. Án jokes. No way, ég neita að trúa því. Í fyrsta lagi ættir ekki að vera að spila sama lagið í hvert einasta skipti sem þið eru að ríða. Já, það líka. Í öðru lagi ætti alls ekki að vera þetta lag. Já, hann er sem sagt búið að lesa upp þetta örugglega, sko. Ok. Það er svo fáránlegt að einhverjum hafi dottið þetta í hug, hvort sem þetta er grín eða ekki. Já, nefnilega, sko. Ef þetta er grín, sem ég efast að því hann ytti þú veist akkántinum og eitthvað. Ég held að þetta sé ekki grín, þetta er svo sincere eitthvað. Já, þá myndi það samt vera fáránlega fyndið, bara af því hann er svo einlægur þegar hann segir frá þessu. Já. Oh my god. Einn annan segir, ég væri of upptekin að því að hlæja með raskatið ef þetta lag færi í gang. Hvað myndi maður samt gera? Þetta myndi vera fyndnasta bara shit ever. Annarkvort það eða vandræðalegt shit ever. Það þrösta og svo allt í einu bara hlusta og nei, ég er bara, oh my god. Segir einn annan Guð minn góður, þetta verður bara verður eftir því sem að hlusta meira. Ég er að grenja úr hlátri. Takk OP. Ok, þetta eru sem sagt kommentin, fyndi komment sko, komment sem ég með sko. Ég finnst líka bara, hversu klúlest þarf hann að vera? Hvað er þessi gæi gamall? Stendur ekki heldur. Ég veit það ekki sko. Hann minnist aldrei á það. Nei, hann líka bara að vera með gælunni í 2 ár, þannig að þetta eru ekki úlingar, skilur við. Ok, hann segir henni í upptitinu 25 ára. Oh my god, ok, wow. Það er hvað með upptitið. Já, upptit. Today I fucked up. Ég skrifaði á Redditum kynlífið okkar með Seabat og nú er sambandið lokið. Ó guð. Seabat er sem sagt tónlistarmaðurinn sem gerði þetta lag. Við höfum ekki að Seabat maður. Hann bara mun alltaf vera tengdur við hennan post. Hann mun alltaf vera þekktur fyrir Hann er þekktur fyrir Thrust Life. Fyrir Thrust Life. Ömurlega Thrust Life. Þetta er svo ekki. Oh my god. Nei sko, oh my god. Þetta er eitthvað svo við hvað aðstæður myndum maður samt hlusta á þetta lag? Lyfta lóðum eða eitthvað? Ég held að bara engin venjulegur hlusti. Nei, þetta er bara, þú veist, Nei, ok, reyndar, ef þið hlusta á Seabat, ég ætla ekki að Nei, ég meina, þú veist, þetta er ekki eitthvað my choice of... Ég bara hlusta á sem ég hlusta á. Samtalið svolítið skrítin eða hlusta á Seabat, sko. Pínu weird, sko.
Já, ok, öttið Segja. Við skulum komast ekki ennum þetta Já, komast ekki ennum þetta. Öttið hérna Litlu fiðrildi sem við erum maður. Jæja, þetta sprakk miklu meira út en ég bjóst við og skilabóðin hafa verið svo Alveg eins og þú. Hafa verið, Hann sprakk inn á Já, böstaði ok, sorry. Springi, já, hann þarf að hlusta til lag Já. Og skilabóðin hefur verið svolítið yfir þyrmandi en mér fannst rétt að gefa ykkur uppdeitt. Athyglin ekki búin að vera beininni jákvæð og þetta hefur ekki verið að besta sem gat gest fyrir sambandið mitt. Nú? Því miður því nú lokið. Leiðilegt samt. Leiðilegt, sko. Leiðilegt, en mjög skiljanlegt hins vegar. Þetta er aldrei að fara að virka. Mjög. Hann getur ekki eins og skipt lag í... Nei. Þetta er mjög understandable. Ég bjóst alls ekki við að þetta færi svona flug. Ég hefði átt að nota nafnleynd í staðins að nota mitt rétta nafn og raunverulegan aldur okkar. Það ekki margir 25 ára gamlir Tyler Live sem hafa verið í 2 ára sambandi við 20 ára maka. Oh my god! Því miður þekkti yngri systir hennar okkur og sýndi foreldrum hennar færsluna. Nei! Þau voru alls ekki ánægð og þetta gerði ástandið mjög vandræðalegt. Ok, wow. Það sem gerði þetta enn vandræðalegra og staðfesti að þetta var ég var að þau könnuðust við lagið. Nei! Oh my god, þetta eitthvað sem ég vissi ekki. Fucking shit. Þetta svo fyndið. Litla systir hennar sagði fóldrum hennar að þetta var eitthvað sem við erum búin að gera í 2 ár. Baka, hún mikið little shit Hún fucking little skítur, þetta grínast þegar fucking shit. Oh my god. Já, þau könnuðust í lagið. Damn. Eitt sinn í fjölskyldukvöldverði voru við að ræða tónlistarsmekk og ex-kærasta mín sagði að ég væri með frekar skrítinn tónlistarsmekk. Allir hlógu og þrýstu á mig til að spila eitthvað á símanum mínum sem ég fílaði. Þá blessaði ég eyru þeirra með síbat. Þetta verður verra og verra. Þetta verður bara verra. Mér líður illa, sko. Faðir hennar hló og sagði að lagið væri hræðilegt. Ég býst við að við höfum öll mismunandi smekk. Þó ég hafi kinkað kolli á þeim tíma var ég í raun að hugsa hversu fucking geggjað þetta lag væri. Oh my god. Ég var second embarrassment. Já. Núna sambandinu lokið og ég að halda áfram með lífið. Ég var búinn að sýna andliti mitt á TikTok en vegna alls hatursins sem ég fekk í upphafi sagðist ég ekki hafa það og dróða tilbaka. Mér finnst lagið ekkert svo slæmt. Ég hafði enga hugmyndum að henni líkaði ekki fyrir nýlega og Guður, hversu klúlega starta við það, sko. Hversu fucking klúlega. Þetta ekki hægt. Ég gerði ekki. Shit, hvað fyndið? Oh my god, það langt síðan las þetta er svo viðbjóðslega fyndið, Shit, maður. Já. Ég hefði enga hugmynd að henni líkaði ekki fyrir nýlega og leið og ég komst að ég hætti að spila. Oh my god. Ég neytti hana ekki til að hlusta á síbat. Ekki allir ráða við síbat. Ég veit að það er bara smekkur. Ég veit að margir hafa beðið face reveal og playlista minn. Ég brendi playlista minn reyndar á geisladisk og hefur verið að nota geislafyllra. Það svolítið OG, sko. Wow. Já. Langa leiðir. En ég skal fara á YouTube, setja öll lögin saman í einn playlist og deila honum. Ég ætla líka að setja TikTok-reikningi minn og lagalistan í bio. Flest ykkar hafa líklega séð mig áður en ég dró mig í hlé vegna alls hatursins. Damn. Too long didn't read. Ég skrifaði færslu á Reddit og hún endaði með að sambandi mitt fór í vaskinn. Ok, það samt það er ömurlegt að sambandið fór í vaskinn og það er líka ömurlegt að fólk sé að hata á hana á TikTok. En það er samt svo understandable. Það samband var aldrei að fara að virka, Hvað ertu að segja? Nei, ég var að segja að þetta er leiðilegt fyrir hann að fá svona mikið hatur og eitthvað svona shit, skilur. Það er alltaf sökka. En gaur. Og hann að litla systir hennar algjör lítið skítur, sko. Hún er fucking kúkur, hún er algjör kúkur. Fucking örverpi. Satt fyndi, sko. Fucking fyndi. En þannig að ég verði eiginlega að fá að sjá hann á playlistu sann, sko. Bara fucking hell. Maður langar að vita hvað hann... Æ, greið. Finnst þér ekki... Ég vorkin honum, sko. Finnst þér ekki ung Gen Z og Gen Alpha vera ógeðslega fyndin? Fucking hilarious. Þau eru hilarious. Sko, mýmin og eitthvað shit sem þau gera á TikTok, það er bara eitthvað fyndnasta shit sem sé, sko. Ég bara verð pirrast undir hvað þau eru svo fyndin. Hvað þau eru finnar en ég. Ég veit að þú veist, ég var að skelli hlæja daginn yfir einhverju brauðsneið í sturtu. Og það var eitthvað ógeðslega dramatískt lag á bakgrunni. Brauðsneið. Það var bara langum bara. Styrta var fucking fara á hana. Og það var eitthvað ógeðslega sad lag yfir. Ég var að missa það, sko. Já, eitthvað svona. Ég geti, þeir eru fucking hilarious. Egil líka alltaf að senda mér eitthvað mynda einhverjum hestum og eitthvað. Já, ég líka. Ég sendi þér hilarious mjög með dagi með Yemen, sko. Yemen var fyndið. Yemen var fucking fyndið. Yemen. Já. Yemen. Reyndar eitt frægasta mýmið þegar ég var bara 16-17 ára. Við gerðum bæði 6-7. Erum við
Oh my god. Fuck, maður. Það var brauðsneið að detta. Já, brauðsneið og maður beið gett eftir og datt. Já, og svo datt hún. Það var enda mjög frækt mím, sko. Það samt fáralega gott mím, sko. Bara brauðsneið, bara eitthvað að detta. Það var fyndið, sko. Það er hilarious, sko. Fyndið, sko. Það er ógeðslega fyndið. Já, en já, þetta bara er fyndnasti póst sem ég hef Þetta er bara fáralegt. vitað sko. Heyrðu, leið okkar að heyra lagið, sant? Heyri, já. Fyrir þá sem að hafa ekki, ég ímynda mér að flest hafa heyrt þessa sögu, Ég sko. vona að margir hafa ekki heyrt þetta laga því að þið eru að fara að deyja, Nei, sko. ég get þetta ekki, sko. En þessi gæði var bara busting a nut over, þú veist. Busting, sko. Bara busting. Já, þetta er eftir sem sagt gauð sem heitir sko Hudson Mohawk. Lagið heitir Seabat. Ok. Já, tónlistamann heitir ekki Seabat. Ok. Ég var ruglast á því, sko. Guð minn góður. Ég get þetta ekki. Hvað meinarðu, sko? Byrja vel, sko. Ég myndi eitthvað bara að þið séu að frösta. Ég veit. Þetta er eitthvað svona. Og svo eitthvað fuck-ass trommutaktur. Og svo... Tvö ár! Aumingja bara stríðsglæpinni sem þessi kona hefur þurft að þola, sko. Nei, ég get þetta Guð minn almáttugur. Ég get þetta ekki. Þetta er bara, þú veist, ándjóðst, þetta er martröð. Þetta er martröð. Það hann hafi ekki sagt neitt í allan tíma. Ég er flabbergasted. Ég er flabbergasted bara. Ég er bara flabbergasted. Þetta er bara versta lag. Þetta er verra en Baby Ég Shark. held ég hafi ekki heyrt neitt verra, sko. Þetta er verra en Baby Shark. Þetta verður Baby Ég myndi Shark. freka besta. Nei, ég myndi ekki. Já. Segja maður. Ætlar að fara að segja myndi freka besta en Baby Shark. Nei, ég segja bara þessi betra lag en þetta lag. Þessi er svo fræti eitthvað Rebecca Black eða eitthvað. Heyrðu, við þurfum að pásu. Við þurfum að hætta að tala. Bara pause. Stopp. Rautt spjald, sko. Rauðasta spjald í Ef ég heiminn. væri með rautt spjald, þá. Æ, Herru, sko, nei, ég myndi ekki hlusta á bara neitt af þessum lögum sem við erum búin að nefna No. þetta. Ég er bara að segja, betra að setja bara einhverja gutt sitt plötu bara, hættu. Betra að setja bara á eitthvað, þú veist, einhverja góða 80s tón. Mikrofónum minn að þetta. Metallica, hlustu ég meira með Metallica. Ég er ekki að fara að hlusta á það. Allir hlusta Metallica. Ég finnst ekkert vissum að sé eitthvað gott að busta nött við Metallica. Þeir eru svo hraðir eitthvað. Nú múið sér bara, þú Já, veist. nei, ég er bara að tala hlusta á Metallica Já, almennt, bara sko. hlusta yfir höfuð. Ég er ekki... Það er ekki að busta við Metallica, Nei, ég er bara að segja. Það er nú að reyna, það væri svolítið aggressive. Það væri mjög aggressive bust, Kvíði, sko. sko, eða, Það þú væri, veist. já, mjög aggressive, sko. Nei, takk, sko. Maður væri ónýtur eftir það, sko. Holy shit, maður. Þetta er svo busta við Cradle of Filth eða eitthvað. Nei, við erum ekki fara að busta við Cradle of Filth. Þú er með solid, svo grán, sko. Já, kærlega, sko. Þetta var næst. Ok, við skulum fara í næstu sögu. Ég er Batman. Ertu Batman? Ég er Batman, fyrir næstu sögu. Wow. Það er stopp. Og alveg þrösta við, þú veist. Ég var að pæla í Ég það. var alveg þrösta við. Ég sko Var hann að gera sko. Eða var hann ekki. Guð, það er Nei, ég ömurlegt. veit bara að þessi guður er skrítin. Ég myndi ekki, sko, það er örugglega eins og að vera bara með sandpapír í þú veist hverju, sko. Heyrðu, við skulum hætta að tala um þetta, sko. Nei, bara fuck. Já. Næsta saga. Ok, Jari. Næsta saga. Næsta saga. Næsta saga. Am I the asshole? Er ég Er ég þöngulösin? þöngur? Er ég Er ég bara raskat eða Er eitthvað? ég raskatið? Er ég fucking boran? Er ég boran? Er ég boran? Is my sister? Fuck off. Má, Ok, am I the asshole? Er ég raskat? Er ég raskatið? Fyrir að refsa síni mínum eftir að hann gerði rasíst komment. Nei, refsaðu honum. Ég bara hlusta á þetta. Já, ég skal hlusta. Já. Ó. En þú hefði þess að drefir er. Já, ég bara segja. Þetta er fyrir 6 árum. Þetta er notanda sem heitir Snoo Paintings 9288. Gekkja nafn. 53.000 upvotes. Já, góðan daginn. 2,6 þúsund komment. Blessaður, vertu sæll. Fyrir það bil viku síðan. Það var mér. Nei,
að lesa alla Ég söguna get ekki verið venjulegur eftir þessa sögur Nei, ekki heldur, lestu bara alla söguna svona Aristó Nei, fyrir vá, ég er actually ekki að reyna það, sko Ok. Fyrir það bil viku síðan pantaði fjölskylda mín kínverskan mat í heimsendingu. Þegar sendillinn kom að dyrunum var dóttir mín, 16 ára Dóttin 16 ára að fara með köttin upp í herbyggi sitt vegna þess að hann reynir alltaf að borða matinn. Fucking kettir Ándjóks Fá ykkur hund Sonur minn, 13 ára segir hátt, passaði að fela köttin fyrir kínverjanum. Ari, hættu Mér finnst þetta ekki fyndið, þetta er svo out of pocket, Þetta er mjög out of pocket Ég held að vita hvað það var að segja, sko Ég er ekki, mér finnst ekki fyndið þess að hann sagði, bara þetta er svo crazy. Wow. Kottu með það Passaði að fela köttin fyrir kínverjunum, segir hann, sko uppróldar mér ekki. Á meðan ég stendur dyrnar og tek við matnum frá kínverska sendlinum. Hann heyrði augljóslega hvað sonur minn sagði og var sári yfir því. Ó, nú. Er sonuðin Trump eða? Fucking hell They're eating the dogs, they're eating the cats Shit, sko. Já, þú veist, svona shit sem hann segir, það alltaf fer í hausin fer í unga fólki. Já, það er ungu strákum. Ándjóks, shit maður, fucking Trump Þetta er fyrir 6 árum. Þetta er 6 árum, sko En hann var alveg til fyrir 6 árum á Trump Já. Hann var alveg hann var alveg forsetið eitthvað þá Já. Já Ég man það ekki. Ég veit það ekki maður Nei. Ég byggi Bandaríkjunum Joe Biden var fórsetið þá, ég man það ekki. Ég veit ekki Já. Hann er gamall líka Hann heyrði auðvitað hvað sonur minn sagði og var sárið við því. Ég bað strax afsökunar og tók við matnum. Ég sagði syni mínum að rasíski brandarar veru algjörlega óásættanlegir og mjög rángir, en hann neitaði að viðurkenna að hann hefði gert eitthvað rangt. Seinna kvöldið neitti ég hann til að skrifa einlæga afsökunarbeiðni til sendisins. Gott. Nafn hans stóð á kvitturinn innan svega. Auk þess að skrifa eina síðu ríkjörðum kínverska menningu og aðra síðu ríkjörðum hversuna rasismi viðhelst með rasísku bröndurum og staðalímyndum. Damn. Þetta er baller, sko. Fuck. Þetta er parenting gone right, held ég. Daginn eftir fór ég svo með hann á veitingastæðin og lét hann lesa afsökunarbeiðnina upphátt fyrir sendilinn og afhenda honum ríkjarinnar sem hann hafði skrifað. Þetta er svo cool, sko. Ég er bara svo impressed akkurat núna. Sendillinn var mjög þakklátur fyrir afsökunarbeiðnina og þakkaði mér fyrir að hafa látið son minn gera þetta. Hann sagði svo syni mínum frá mörgum tilvikum þar sem hann hafði orðið fyrir rasískum athugasendum og árásum frá fólki á meðan hann starfaði sem sendill. Æi, fá hvað var ömurlegt, maður. Ég held að það sé bara Hætti að vera rasísk, ef þið eru rasísk, hætti að hlusta okkur. Bless. Já. Fuck you ef þið eru rasísk. Er einhver rasísk að hlusta okkur, þá má hann bara hopp upp í raskatið. Ég veit ekki. Ég er ekki meina góð móðgun. Nei, ekki heldur. Þú veist, bara fokkaðir eitthvað. Já. Mér langar að setja Ég skýt. Ég er svo þreyttur að segja bara fokkaðir eitthvað. Ég þarf alltaf að vera með eitthvað meira creative þess dagana, sko. Já, ég líka. Þetta kvöld lenti ég Nei. Það er svo fyndið. Það var dinni. Já, það er ógeðslega fyndið. Ég er að mismeila mig. Þetta kvöld lenti ég og eiginmaður minn 43 ára. Vá, gamall. Í rifrildi vegna þess að ég lit svo Ég get ekki talað, sko. Ari, hvernig gengur svona Þetta kvöld lenti ég og eiginmaður minn 43 ára í rifrildi vegna þess að ég let son okkar gera þetta. Nei. Hann sagði að það væri vandræðalegt fyrir son okkar að þurfa að biðjast afsökunar á þennan hátt og að refsingin passaði ekki við brotið. Ég sagði honum að það væri miklu vandræðalega fyrir sendilinn að þurfa að upplifa slíkan rasisma og rasíska staðalímyndir og að sonur okkar myndi komast yfir þessa skömm. Nákvæmlega. Já, ég sætti mig ekki við neina hatursfulla hugsun á mínu heimili og svo staðarind að sonur minn sagði þetta skammaði mig líka. Nei, skammaðis mín líka. Ég held ég að þýtt þetta vitlust. Mér skammast mín eða eitthvað þannig. Já, eiginmaður minn sagði mér að þetta hefði bara verið brandari innan gæsalappa. Mjög ófyndið. Og þetta væri ekki svona mikið mál. Mér finnst þess að ég hafi kannski brugðist aðeins og harkalega við. Nei. En ég tel mikilvægt að hjálpa syni mínum að skilja hvers vegna það sem hann sagði var rangt og sæðandi. Sammála. Þetta er allir fórstinn. Hann er ekki the asshole. Hún fyrirgeðu, hún er ekki the asshole. Nei. Bara alls ekki. Já, þetta er fucking snill. Mér finnst það bara, þú veist sko. Mætti fleiri fóldra að gera þetta, sko. Já, bara, þú veist, þessi gæi hins vegar. Þetta er eitthvað shit sem ég veit ekki gera, ég veit ekki, sko. En kallina vildi hann bara, leiði honum bara að vera rasískum. Það var svo frábært. Sko. Frábært þegar hann vex upp úr grasi og heldur áfram að vera rasískur. Hann getur verið næsti Trump. Fucking dickass. Þetta er svo mikið svona meðvirkni eins og með svona, því að þessi svona gaur, ég veit ekki, 43 ára gaur sem bara eitthvað þú veist bara eitthvað, ég er svo mikið málur, þetta er bara eitthvað brandalega Ætla hann sé, nei, Nei, það er auðvitað skóðmark. Ég ætla ekki að segja þetta, þú veist hvað ég var að hugsa. Ég veit að Já.
hlustendur vitur hvað við ætlum að Já, segja ég held að það er 100% sko. Já, nei Það er örugglega ömurlegt að vera sendill sem er asískur eða eitthvað og bara eitthvað, maður er bara í vinnunni. Hann er bara skotmark fyrir ógeðslegt fólk. Maður er bara eitthvað að fara mat Já. til einhvers í vinnunni. Ándjóks. Þetta er svo fucked up, sko. Bara já, ég bara fara með mat og bara frítt skotmark fyrir allt ömulega fólkið. Er þetta allt? Þetta er allir pósturinn, já. Shit, maður. Mér finnst hann ekki vera því asshole. Er fólk alveg bara sammála Já, þú veist, já. okkur að, þú veist. Verdictið, Já, verdict. Niðurstaðan. Úrskurðurinn. Er not the asshole, náttúrulega. Auðvitað. Hann væri því asshole. Þau væri því asshole hefðu þau ekki sagt neitt við barnið, sko. Þú veist, mér veist. Gaur. Eiginmaðurinn er the asshole, Hann er því asshole. Þú veist, já. Augljóslega. En náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega bara 13 ára strákur. Þú veist, hann náttúrulega Influenced af ógeðslega er að fólki. segja eitthvað heimskulegt núna, en þú veist, það er náttúrulega hægt að laga það, af því að hann er ungur drengur. En til þess að laga það þarf hann Já, að læra rétt frá röngu. Þetta er mjög vel gert. Þetta er svona aðferð til að læra bara Vonandi læra hann eitthvað. Ég á ekki að haga með svona, skilurðu, fucking shit. Förum í kommentin. Einn hérna segir not the asshole. Hljómar eins og eiginmaðurinn geti líka þurft á þessari leksíu að halda. Án gríns. Láttu eiginmannin fara og gera ritgerð. Anna segir not the asshole. Sonurinn geti hafa skamma sín en hann á að skamma sín fyrir að hafa sagt rasískan brandara. Nákvæmlega. Svona brandarar eru sagðir til að skamma og niðurlægja þann sem brandarinn beinist að inn á sviða sendillin. Án gríns. Þú gerði syninum gott með því að snúa þessu við og sína honum að viðhorf hans og brandarar innan gæsalappa væru það sem væri í raun vandræðalegt. Það er rétt. Mjög sammála. Fljótlega verður hann of gamall til að kenna honum að vera ekki rasískur. Þú ert frábært foreldri og ég vona að sonurinn taki þennan lærdóm til sín. Já. Mjög sammála. Ég er bara virkilega sammála þessu Ég kommentum. ekki saman við, sko, maður er aldrei of gamall til þess að læra eitthvað. Ertu ekki sammála því? Ertu ekki sammála því? Að maður er aldrei of gamall til að læra? Hvað meinarðu? Nei, þú veist, maður er ekkert of gamall til þess að læra eitthvað. Já, nei. Ég held þú væri sammála því að, þú veist, maður gæti orðið. Nei, byttu. Að maður geti ekki lært þegar maður verður orðinn eldri. Nei, ég er að tala maður er aldrei of gamall. Nei, maður er aldrei of gamall, sko. Maður getur alltaf lært að hjóla, sko. Því hún er að segja að fljótlega vera hann og gamall til að kenna hún að vera ekki rasískur. Já, nei, það er alltaf hægt. Nei, það meikar reyndar ekki sens. Það eru gaurar í, þú veist, Ku Klux Klaninu sem eru hættir að vera rasískir, sko, sem voru, þú veist, fertugir eða eitthvað. Hvað er það? Það er svona rasískur hópur í Bandaríkjunum. Já. Fuck them. Hvernig veist ekki hvað Ku Klux Klanið er? Guð, ég horf á Love Island, sko. Já, ok. Það er þetta bara alveg cool að veist það ekki, sko. Já, ég hef ekki hugmynd hvað það tala um, sko. Já. Guðurinn er með hana pointy hvítið hatana, ógeðslu rasistar. Harry Potter? Nei, það eru drábararnir. Já, það er ekki bara önnur tegundar rasistum. Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki alveg. Voru það ekki einhver svona sorcerer rasistar eða eitthvað? Ég veit það ekki. Nei, drábarar voru, sko, þeir sem voru með Voldemort í liði. Æ, mér er svo sam Harry Potter. Ok, alltaf leið. Nei, sko, ég held fyrst þú væri að segja kúkur eitthvað. Kúkur og piss. Kúkur við hverju? Nei, þú sagði þetta klúklaklega. Ég veit ekki hvað þú segir, maður. Ok, svo hætti að tala um kúkasklæði. Já, oi, maður. Það er næsti, sko. Oh my god. Þessu krakkarnir. Nei, tjók. Heyrðu, jæja, ok. Já, þetta er, Eitt kommentin í viðbót, not the asshole. Viðhorf eiginmanns þíns er einmitt vandamálið og er ástæðan fyrir því að kerfisbundin rasismi heldur áfram að viðgangast í þessum landi. Segðu það, herra, fyrir fólkið sem er aftast. Hrós til þín fyrir mjög réttláta og góða leksíu fyrir soninn, sem ég vona að hann geti sannarlega lært af og jafnvel hjálpa til við að leysa sum þeirra vandamála sem er að sundra samfélagi okkar. Við þurfum ekki fleiri Andrew Tate, takk fyrir. Já, Andrew Tate, gæi, sko. Já, ímaður, Fokkin ung. Kannski þarf eiginmaður þinn að vinna sambærilega heimavinnu hvað rasism er og hvernig hann skadar ekki aðeins fólki sem hann beinist gegn, heldur allt fólk í heild sinni. Nákvæmlega. Satt að segja er ég mjög stoltur af þér á alls ekki yfirlætislegan hátt. Nákvæmlega. Fyrir að vera svona frábært fordæmi mannesku fyrir fjölskyldu þína. Segðu blessu mannin. Já. Út með ruslið. Ef hann breytir ekki skoðunni sinni. Hann breytir ekki skoðunni sinni. Út með ruslið. Út með jólaköttin. Ok, wow. Hvað er það sé á okkur? Ég veit það ekki, það er að gerast þeim í dag. Þú veist, erum við með gaseitruna, skilur við? Ég fekk svona semi-gaseitruna að lesa þessa síbat. Bara... Ég get það ekki, sko. Fengi ómikið súrinn í heilan eða eitthvað því að bara hlæja eða eitthvað, ég veit ekki. Hvernig fyndi þín? Fyndin mín? Já. Hún er bara fín, sko. Ég bara spyrja. Já, bara fyndin, hún er fín, sko. Bara tjekka. Reyndar er ég frekar lélum brjóstaldra, það er svolítið hefði, sko. Ok. Veg á fyndina, sko. Ok. Hvað er ég að tala um? Ég bara spyrja. Já, bara spyrja. Ég bara gá hvernig fyndi Já, bara segja. Þetta er góð? Ég er góð, sko. Já, ok. Það er slæg.
Ok. Stopp. Það er rautt. En já, þetta er bara rétt litlis að díla við svona annan ennir Ég er að reyna að gera eitthvað kommentir í þetta Já, fyrirgefðu Já, fyrir bara í næstu sögu Ok Þannig mín Næsti Gjörðu svo vel Geti aðstofa næstu Næsti og síðasti póstin Næsti og síðasti pósturinn Hann hljómar Új Ari, hvernig getur þú kynkt svona hátt? Oh my god Új bara, hvernig getur þú kynkt svona hátt? Er það því þú ert ekki með svona rópvöðva þá kyngjur herra en aðrir? Ég held það Shit maður Hvað er að gera? Ég veit það ekki maður, við erum út úr því Fokk maður Fyrirverandi mín Ég hef aldrei heyrt þig kyngja svona hátt Anna, sko næsti póst Já, Næsti póst kyngja mjög hátt Næsti Póst Fyrirverandi mín hendi sín á mér á versta mögulega hátt og ég hef enga leið til að hreinsa mannhol mitt Vá, ok Þetta er á True of my chest og True var of my chest. repostað á Am I the Devil Hæ? Wow, var þetta repostað með þetta vor? Já Ok, Dread ég það nei Am I the Devil er sem subreddit það sem sko bara verstu manneskjur í heimi fara á sko einmitt Þið getur hlusta á eitt stykki svoleiðis í þætti 4 Hæ? Ég var með eina svoleiðis í þætti 4 Já, auðvitað Þetta er fyrir 2 árum Deleted user Deleted the fetus user 9,5 þúsund upvotes Shit 4,7 þúsund comment Fuck Sko comment ratioið er crazy sko Fólk hefur semst mikið að segja um þetta Og já Oh my god, vá I'm in for a fucking treat Þú reddið þetta Ég er svo til í þetta Í fyrra hélt ég fram hjá fyrirvændi kæristinu minni til Já, fokkaði bara Burt með hennan, út með köttin Új Byrja að posta svona Í fyrra hélt ég fram hjá fyrirvændi kæristinu minni til 8 ára Innan svega Annie 8 ára? Já, 8 ára Anna Holy fucking shit Innan svega Annie með samstarfskonu innan svega Jess sem ég á nú 3 vina gamlan son með Nei, habit, wow Á hann 3 henni gamla son með Jess Ok, Annie is not okay Já Hún is not Michael okay Jackson? Það er bara Michael Jackson Ég horfði í gluggan þegar þú gerðir þetta sko Ég sá það Ég hef enga afsökun Það kostaði mig vinnuna mína og meiri hlutan af vinum mínum ásamt ást góðrar konu Æi, mistur tippið til aðra konu Æi, litli strákur Allra vorkina kallinu sem bandi aðra konu Mistur tippið til aðra Æ, þetta var bara slisastu mín It was an accident Það er 50 shit ég heit Bara, þú veist Oh my god Það er bara, sorry Þessi gæi má bara fara, sko Mr. Tipp Og bara oppa sí á þennan Það kostaði mig vinnuna mína og meiri hlutan af vinum mínum ásamt ást og góðrar konu Ég átti allt þetta skilið og ég hef aldrei búist við neinni samúð en að gjörða minna Ok, duglegur Já, svo duglegur Oh my god, wow Annie kom með dótið mitt heim til foreldra minna áður en ég var við að hún vissi af framhjaldinu. Hún spurði mig ekki einu sinni út í það, hún bara útilokaði mig úr lífi sinu án þess að segja orð. Ég sendi hann að það hættir sig ekki að ég get ekki lesið. Ég hef enga samúð með þessu gæja, sko. Þetta aðlipa söguna mína með þú veist Land og Jennifer Coolidge hljóð Hún bara útilokaði mig úr lífi sínu án þess að segja orð. Ég sendi öllu sem við þekktum skilaboð og bað þau að reyna að fá hana til að tala við mig. Og ég sendi henni 100 skilaboða þar sem ég sagði henni hversu mikið ég sæi eftir öllu og vildi fá hana aftur. Ég fekk aldrei svar. Jess sá skilaboðin og þá olli augljóslega vandamálum á milli okkar í byrjun, en hún var fljótt ólétt svo við komist yfir það vegna nýju fjölskyldunum okkar sem við vildum bæði. Augum mín komast ekki lengra aftur í hausinu á sko. Ég er 100% bundin sambandinu og hef ekki einu sinni hort á aðra konu síðan hlutinni róðuðust niður. Svo duglur. Á lokaspretti meðgöngu Jess fyrir mánuði síðan sá ég Annie í búð í fyrsta skipti síðan við hættum saman. Hún var frekar köld við mig en sagði að fyrir nokkrum mánuðum hefði hún fundið lyklakippu sem afi minn gaf mér þegar ég var mjög ungur. Hún er ekki verðmæt en hún veit að hún skipti mig miklu máli og hún sagði að ég geti komið og sótt hana næsta laugardagsmorgun. Ég útskýrði að það væri þá 6 dagar þar til Jess ætti að eiga, svo ég þyrfti líklega að vera heima, en hún sagði bara að ég geti annarkvort sótt hana á laugardaginn eða hún færi í ruslið, svo ég samþykkti tíma til að koma. Nice.
Sonur minn fæddist nokkrum dögum seinna en áætlað var, en hann fullkomlega heilbrigður og yndislegur innan sviða. Svo hann var innan við 24 klukkustunda gamall á laugardeginu þegar ég þurfti að sækja lyklakippuna. Úff. Ég ætlaði bara að skreppa við á leiðinni á spítalann, en þegar ég kom að gamla húsinu mínu bauð Annie mér inn til að ræða hvernig hlutinir enduðu á milli okkar. Ég hélt að við hefðum átt gott samtal og við bæði gengjum það með ákveðna lokun. Hún leyfði mér að biðjast afsökunar á því hvernig ég kom fram við hana, óskaði mér allsins besta með nýju fjölskyldunum minni og faðmaði mig þegar ég fór. Ég viðurkenni að ég hélt fast utan hana í þanlæginu, en það var eingöngu vegna léttis, ekki vegna tilfinninga sem voru enn til staðar. Ég var innan við klukkutíma hjá henni áður en ég fór á spítalann. Ég sagði Jess ekkert þetta vegna þess að ég veit að henni finnst ennþá vera óörugg eða eitthvað varðandi Annie og ég vildi ekki bæta olíu á eldinn. Þegar ég kom á spítalann eftir að hafa hitt Annie hafði Jess aftur kallað afgangum minn og deildastjórinn vildi ekki segja mér af hverju. Að lokum var ég fjarlægur af öryggisverði vegna þess að mér var neitað að sjá son minn í annað skipti á ævinni og ég brást ekki vel við að vera tekin svona óvænt. Grey krakkin. Shit sko. Fuck. Ég reyndi að hringi Jess og mömmu hennar aftur og aftur. Eina svarið sem ég fekk var skjáupptaka af skilabörunum frá Annie. Þetta var upptaka úr dyrabjöllumyndavél þar sem sést þegar ég gengin dyrnar klukkan 9:30 og út aftur rétt eftir 10:15. Og faðmælagið sést aðeins að hluta þannig að það lítur út þessu getum hafi verið að kyssast. Skilabúðin sem Annie sendi með þessu sögðu fór hann í sturtu og skipti föt á milli þess að ríða mér og halda á syni sínum. Shit sko. Fuck. Til hamingju að vera föst með honum næstu 18 árin. Jú, hann þetta sé allt sem ég dreymdi Bíddu, Annie sendi Jess þetta. Hún savage. Guð, þetta er mesta revenge sem ég hef heyrt. Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt revenge. Engin trúir í þetta sé set up, bara alls ekki. Það er eitthvað sem ég hef aldrei búist við frá Annie og engin annar hefði heldur gert það. Svo þið hafna algjörlega þeirri hugmynd að þetta sé lígi. Ég sendi henni skilaboð og spurði hvers vegna hún gerði þetta. Svar hennar var að hún ætlaði ekki að leyfa mér að þykjast vera saklaus og ég gæti hafa eytt öllum skilaboðunum okkar síðustu mánuðina en hún hefði ekki gert það. Auðvitað eru engin skilaboð en hún blokkaði mig strax eftir þetta þannig að ég hef ekkert sem getur hreinsað sakleysi mitt. Let's go Annie sko, fuck já. Hún beið í hljóði í næstum heilt ár og tók svo þá grimmustu og hefnigjörnustu hefnd sem hún mögulega gat. Ég hef hitt son minn einu sinni nokkrum mínútum eftir að hann fæddist og nú neitar Jess allir í umgengni við mig og leiði mér ekki að sjá hann. Það er reynda leiðilegt sko. Já, það er reynilegt. Dómsmál mun taka mánuði og hjarta myndi verkjar hverja einustu mínútu hvers dags. Ég veit að það sem ég gerði við Annie var hræðilegt en ég á þetta ekki skilið. Ég engan til að tala við þetta því jafnvel mín eigin móðir trúi mér ekki. Eina spurningin hennar var af hverju ég eyðilagði líf mitt með að barna Jess þegar Annie var tilbúin að sættast og það í raun að stuðningsríkasta sem hún hefur sagt við mig síðan mér var dömpað. Þeir fáu vinir sem héldu með mér gera líka ráð fyrir því versta og það drepur mig ekki að ein manneskja sem ég þekki sér þetta eins og það er. Allt er eyðilagt. Gauir, hann bara, he made his bed. Já. Hann bjó rúmið. Það er svakalega hefnd, sko. Hann getur alveg, sko, he can lie in the bed that he made. En sko, mér finnst þetta mjög leiðilegt fyrir barnið, sko. Þetta er náttúrulega ömurlegt. Eini sem að vorkennir er barnið, sko. Já, eiginlega já. Og Jess, nei, ekki Jess. Nei, hún hélt framhjá. Hún hélt framhjá alveg mikið og hún ákvað að vera að halda fram með þessum fræða þegar hún á með kærustu. Ég vorkenni barninu og ég vorkenni mömmans af því að, þú veist, hún var basically bara að ná hend á þau bæði, sko. Ég vorkenni mömmans bara fyrir að þurfa svona einhver megin að pura upp við allt sem sonurinn hennar gerði og svo heldur hún alltaf að versta. Og svo bara trúir enginn honum, þannig að þetta er bara örugglega einhver ömurleg ferli, sko. Þetta er ömurleg staða og örugglega ömurleg ferli, en þú veist, greiði krakkinn að sjá ekki pappa sinn, skilur, en þú veist, ég samt skil alveg hann megi það ekki, sko. Við alveg örugglega sjá pappa. Já, 100%, þú veist, er náttúrulega þú veist, þeir að fara í gegnum dómsmál og ég veit ekki. Þú veist, ég veit ekki hvernig það virkar. Ég á ekki barn og ég veit ekki hvernig forræðisdeilur virkar. Þetta er svakalega hefnd, sko. Þetta er geðveikt crazy hefnd. En sko, ég var fyrst bara eitthvað, já, þessi gæði maður fokka sér. Hann var að halda framjá. Fuck that shit. Já, ég er ennþá hann, sko, bara. Já, en sko, Annie tók þetta alveg on another level. Þetta er alveg annar level hefnd. Svakalega hefnd, sko. Ég samt pínu bara eitthvað Yes, Queen, skilur Ég veit ekki alveg hvað mér á að finna þetta. Nei, hann fokkaði hann upp, þú veist. Það eru allir svona semi-ömlegir. Já, það er pínu allir sökkað þarna, sko. En þú veist, ég veit ekki. Ok, alltaf lægi að gera smá hefnd. Þetta er kannski svona aðeins svo langt, skilur við? Þetta er náttúrulega svo langt, af því að hann var eignast barn. Hefur ekki getað gert nefnir, hann er eignast barn, sko. Ef maður er að pæla þessu frá hennar sjónarunni, Annie, sko. Já. Bara ekki að hann var eignast barn,
með gælunni sem hann hélt fram hjá henni með eftir 8 ár þú veist Já, 8 ár 8 ár, Það sko. er alveg svakaleg Það er tími svo mikil tími Þú veist, það er Það alveg er engin fræðilegt smá tími Líka, þú veist- Hann eignaðist bara rétt eftir bara að hún komst að því að hann var að halda fram hjá honum Það er ógeðslegt, Já, sko þú veist, wow. En þú veist, ég meina, þú veist, líka langar mann ekki ef þetta myndi gerast, myndi mann ekki langa í hefnd eða? Jú, Þú veist ég er náttúrulega ekki að segja hefnd sko, hefnd er eiginlega aldrei góð Nei, en þú veist, ég er samt Bara- Sko, ég er annarkvort Team Annie eða Everybody Sucks Here Af því, þú já, veist, já. Þetta er alveg smá, þú veist, þetta er alveg svolítið mikil hefnd, sko En að því að sko Svolítið mikið, en hann kind of had it coming að því að þau tvö eyðilögðu basically hennar samband hún er basically Nefnilega. bara eyðilegja bara in return returning the favor, skilur mig sko Algjörlega, þú veist, ég sko, já Ég veit ekki alveg hvað ég er með þetta já, ég er bara, þetta er erfitt mál sko En þú veist, ég samt, þú veist, ef maður væri í spórum hennar Annie, myndi maður ekki gera það bara það sama, sko, eða? Ok, kannski ekki það sama, en maður myndi alveg vilja Ég fá bara- hefnd He had it coming 8 ári er náttúrulega mjög mikið Það er tími crazy tími, sko Ég bara- Hann átti allavega að rétta og fá einhvers konar hefnd Þetta er kannski, þú veist, kannski aðeins og langt, skilur En samt, já, ég veit það samt ekki bara, þetta er svo foreign situation fyrir mér að það líka að ég, þú Þetta er veist, eitthvað að svona ég næ ekki að vita hvað ég myndi gera í þessu, sko Nei, því maður getur eiginlega ekki sett sig í þessu spór, sko Já. Þú veist, En þetta er bara, þú veist, þetta er crazy ég fíla góða sögur með góður hend, sko ég elska revenge sögur án jokes Förum í, Þetta er alveg ultra revenge já, förum í kommentin Some comments here Eitt sem kommentar bara, þú fékkst það sem þú átti skilið Satt. Það er allt kommentið Ég er samt alveg sammála því, sko Anna komment Annie for the win Fuck OP og Jess, þau fengu nákvæmlega það sem þau áttu skilið Damn. Ég fyrir karma Ekki dirfast að segja að hún hafði eðilagt líf sonarins Hann mun ekki vita hvað gerðist þegar hann var aðeins nokkura daga gamall Jess er líka ógeðslega elta mann sem er í 8 ára sambandi Það er líka crazy, og sko verða svo ólétt nána strax á eftir svo ósmekklegt og heimskulegt og vinsanlega trottu við eigum betur saman ruglinu upp í rassin á þér Það þroska hefði verið að slíta sambandinu fyrst rusliðið Nákvæmlega Áfram Holy Annie shit. Hættu nú þessu væli þið þetta skilið og hugsaðu svona ykkar þann eina saklausa í þessari fjölskyldu að framhjáhaldsmönnum Já, einmitt, wow, svo satt eða vonandi fyrirverandi fjölskyldu innan sviga Oh my god Shit maður Þetta er brutal komment en það er satt alveg bara mjög mikið til í því, sko Fuck sko. Alveg bara hellingur til í þessu, sko Ég meina já, hann hefði getað slítið sambandinu En Já, þú þú veist- þurftu að halda fram Mér finnst hann náttúrulega miklu meira asshole heldur en Jess af því að hann var í sambandi og ekki Jess Jess En er Jess alveg samt Nei, hún er alveg mikið asshole hún er í mínum mati, af því að ógeðslega mikið asshole. Hún var að eldast í gauð sem hann í 8 ára sambandi Já, hún var reyndar að gera það en hann er samt bara, þú veist Og varð ólétt Já, það er crazy en þú veist, hann lét hann að verða ólétta Já, ég veit Þú veist, en Já, mér finnst en hann þú vera veist- meira asshole en Jess er samt líka Það er bara fucking svo mikið asshole. crazy bónus að verða ólétt Það er punkturinn í rið Fucking shit, sko Já, síðasta kommenti hana Einu sinni cheater, ávallt cheater Þú veist, once a cheater, always a cheater I was a cheater Það virðist að allir nema OP viti þetta og þess vegna trúir enginn honum strax. Þau vita að hann hefur að minnsta kosti haldið framhjá einu sinni áður svo ekkert kemur í veg fyrir hann að gera það aftur. Nákvæmlega trúir enginn eins og gaur, sko. Nei, ég er bara burt Kanski gerði Annie honum greiða því Jess myndi alltaf vera óörugg og búast við því að hann myndi halda framhjá henni. Já, þar sem hún var einu sinni hinn konan og veit mjög vel að hann getur auðvitað haldið framhjá aftur. En þú veist, hún hélt framhjá alveg mikið, sko. Fyrst er það Annie svo einhver önnur randokona Ég held ekki að babytrappan hafi verið lausnin en þau eru bæði að fá það sem þau eiga skilið Eina alvöru fótnalambið er saklausa barnið Mjög sammála Það er þannig Þetta er crazy sá Þetta er bara, Þetta þetta situation er crazy fucked up sko. Holy shit Damn sko. Nei, bara í alvöru, sko Já, þetta er allt sem ég með í dagana mín Þessi gæi er bara Hann er mér kæra. The devil, hann er bara Já. djöfullinn Einn guð sem þröstar alltaf í saman lagið og einn guð sem þröstaði í konu sem hann átti ekki að þröst í og... Imagine if it was the same guy það væri crazy. Nei, Tyler Life hljómar svo solid guð, hann er bara svolítið heimskur Svolítið mikið heimskur, sko, greið Og bara- Hann var fyrir miklu hatri Úff Þú veist, hann er líka bara one of a kindari Hann er one of a kind Ég vorkinni honum, en ég vorkinni þessum gæi ekki raskat, sko Guð sem er gaman takk, Rocket League session eða eitthvað, ég veit ekki Hvað er það að segja, Rí? Tölulegur Þú týndi mér Já, ég veit. alveg bara burt Nei, sko, ég á bara ekki til eitt að auka tekið orð, sko Já, hvernig líður eftir þetta? Ég er bara hissa Mér líður þess að ég sé búin að færa í svona 5 fallturna og nokkra rússi bara sko. Ég veit það, þetta er búið að vera mjög crazy svona Rest. Þetta er búið, it's been a wild ride þessi þáttur, sko Þetta er búið að vera bara Mér líður þess að ég hefði, farið í sko fallturn með geit í hlýjan á mér og öskri í eyrað á mig alla tíman Nei, sko, svo er Ossi Osborn með hennar svif
Já, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne búin að horfa okkur allar tíman bara í stansinu sínu, þú veist. Hvernig getur maður lýst svipnum? Taka mynd kannski bara á hann og setja á Instagram eða hendi mynd af Ozzy Osbourne á Instagram af þér. Af hverju gerir maður það ekki? Og mér að taka eitt stykk mynd af eitt stykk Ozzy Osbourne. Nei, þetta er live, maður. Alltaf live. Alltaf fucking live. Bruh, Það er ekki að taka live mynd. Not live, sko. Þarna, núna tók ég mynd af Ozzy Osbourne. Það var svona 40 mynd. Þú tekur alltaf 50 myndir. Ég tek bara eina góða mynd og bara eitthvað, já, þessi er góð. Þú bara Þú veist, að maður tekum nokkrar og er alltaf ein sem er góð, skilur þú veist, fattar mig. Ef ég tek selfies þá þarf ég að taka 100 því þá er alveg ein guaranteed góð selfie. Af hverju eru hinar lélegar? Þú veist, það hreyfðar eða asnalegar að ég lítið þess að ég verið nýbúin að kúka á mig eða þú veist, ég veit ekki. Hvað meinar með því? Það er sem að segja, stundum með skrítið svip, þú veist. Það er þetta einn notorious mynd af Önnu í fjölskyldunum okkar sem bara degi allir úr hátíð því að sjá hana, sko. Það var hræðilegasta mynd sem ég hef séð í lífinu mínu. Það er fyndnasta mynd sem ég veit um. Ég bara hef aldrei séð eins vonda mynd af mér. Oh my god. Ég held þú viljir ekki setja það á Instagram. Ég er ekki að setja hann inn á Instagram. Það er enginn að sjá þessa mynd. Það fer ekki svo. Ég er ekki að grínast þér. Þessi mynd er hryllingur. Geggjum við. Hvernig líður þér? Bara vel, bara ágætlega bara. Viltu taka í hundur á mér? Ég er ógeðslega sveitt, sko. Finndu hvað ég sveitt? Já. Ég veit að viðbjóðslega heitt hérna, sko. Það er ekki heitt hérna. Það er ógeðslega heittari. Bara svalt. Nei, það er heitt hérna, sko. Svalt hérna. Alveg lóki heittari. Já. Costa del Bleu. Já. Ef þið viljið fara og flytja á Costa del Bleu þá eru nóg á húsum inn á Dómus.is. Dómus.is. Heyrðu, já, ekki bara setja gott í dag? Jú, við segjum þetta gott í dag, takk fyrir þið sem eru að hlusta á Apple Podcast og Spotify og þið tvö þarna á YouTube. Ég trú ekki einhver vilja sponsa þennan fuckaðist átt okkar. Nei, bara geggjað, sko. Let's go. Fucking help. Shit, hvað það er geðvægt. Guð mig góður. Það er awesome. En já, takk fyrir allir sem eru að hlusta á Apple Podcast og Spotify og þið tvö á YouTube og á öllum hinum stöðunum sem er apparently hægt að hlusta á okkur á. Það er mjög mikið að stöðum. Já, ég var að skróla í kynna um daginn. Það er að hlusta á okkur á svona 20 veitum eða eitthvað. Sko, sem við mittuðum ekki á, sko. Nei, en þú veist, hann dreifingraðalinn okkar að bara henda podcastin út af allt. Hann er bara let's go. Díser og eitthvað shit sem ég veit ekki hvað ég veit ekki eins og hvar þið eru að hlusta á okkur en takk fyrir að hlusta, þið sem eru að hlusta. Já. Og hérna, ég er bara góðan dag og frábæra viku, alveg svona eins frábæra þið eru bara, já. Við ætlum bara að vera helpepp alla vikuna og hérna jeppi og segjum við bara ok. Það er ekki að segja þetta með mér á það, Ok, bye. Oh my god, ok, bye.